Nú ég gjörsamlega búinn. Það innan við kílómetri eftir. Ég svona við það að detta út af, svima svolítið. Ég ætla að klára þetta, það bara svoleiðis. Þýðir ekki að gefast upp. Það held ég nú. Góðan daginn og gaman að sjá okkur ekki. Viðmælandi minn að þessu sinni einstaklingur sem þyrfti frekar að tala sig af því að æfa 2 á dag heldur en að mana sig upp í að mæta á æfingu. Sigurjón Ernir einn af þessum harðhausum okkar Íslendinga og hefur sýnt það með því að taka þátt í stórkostlega erfiðum últrahlaupum og Spartan áskorunum. Ekki nóg með að vera í standi til að hlaupa últramarathon í fjöllunum, í þokkabót Sigurjón helsterkur og leggur mikla áherslu á styrktaræfingar í sinni æfingarútínu. Það var gaman að ræða við Sigurjón alla heilsutengda hluti. Hann búinn að leita að öllum mögulegum leiðum í átt að árangri og situr uppi með hafsjó af ég veit reyndar ekki hvort það sé hægt að sitja uppi með hafsjó af einhverju, en ef svo þá situr Sigurjón uppi með hafsjó á fróðleik sem hann deildi hérna með okkur í þessum þætti. Til að mynda hann mikill talsmaður þess að fasta og fasta lotubundið á hverjum degi ásamt því að taka lengri föstur við og við. Hann með ísbað út á svölum hjá sér sem hann hoppar í á kvöldin, hann borðar ekki kjöt, hann hefur stúderað næringaþörf og hlutföll næringarefna, þar að ekki prógramar Sigurjón æfingar fyrir sjálfan sig og mjög meðvitaður afköst á æfingum, svo allt þetta pröfað á eigin skinni. Sigurjón virðist tekka í öll boxin þegar kemur á hreyfingu, hann heldur sér í góðu formi allan ársins hring og tilbúinn fyrir áskorunir sem settar fyrir framan hann að hverju sinni. Það snýst að sjálfsögðu ekki bara líkamann heldur hausinn líka og það að æfa einn út í bílskúr hjá sér alla morgna byggir upp ansið þykkan skráp sem hendar vel í þrekrunir eins og 24 tíma Spartan race og heimsmeistaramótið í fjallahlaupi. Þar að ekki skín líka bara í gegn hvað þetta mikill toppmaður og góðhjartaður einstaklingur. Ég kann einstaklega vel við Sigurjón og gaman að fylgjast með honum á samfélagsmiðlum því eins krefjandi og að taka þátt í þessum keppnum þá gefur hann sér alltaf tíma til að sýna frá keppninni á samfélagsmiðlum í miðju hlaupi. Já, það var loksins fyrir þetta fljótlega klárast. Ég líka orðinn helvíti þreyttur Þetta var komið gott í dag. Þáttur þessi gefinn út í samstarfi við Safran og Origo. Origo upplýsingatækni fyrirtæki sem bara hlýtur að vera 4. lengsta orð íslenskrar tungu, ef ekki 3. Origo sem sagt upplýsingatækni fyrirtæki með það markmið að einfalda líf og dagleg störf viðskiptavina. Hugsið ykkur ef þið væri með svona fínt og skýrt markmið í lífinu. Hvað þið myndir svo vel vitandi að þið værið að einfalda líf einhvers svo næði betri árangri. Það gerir Origo. Þau auðvelda viðskiptavinum að ná betri árangri í sínum rekstri og í fremstu víglínu upplýsingateknar með sérþekkingu starfsfólks, hugbúnaðarlausnum, kerfum og búnaði. Framtíðin Origo. Ef þú ert nýbúinn að hlaupa 100 km Spartanhlaup á 24 klukkustundum mikilvægt að næra sig vel. Safran býður upp á fjöldanallan af hollum máltíðum. Það voru að tala um tandoori kjúklingarétti, vefjur, borgara, salat, ketórétti og bökur. Að því sögðu, þá finnst mér í besta lagi að vera ekki keto. Ekki líða illi við að vera ekki keto. Það fylgja brún hrísgrjón og sæt kartafla með öllum hinum kjúklingaréttunum hjá Safran og það bara geggjuð orka út í daginn. Ekkert á móti því. Keto eður ei, nýttu þér afsláttakóðan Snorri í Safran appinu til þess að fá 25% afslátt af þinni máltíð. Safran Glæsibæ, Dalvegi, Bæjarhrauni og Bíldsöða, þetta voru 4 staðir, og afsláttakóðin Snorri fyrir 25% afslátt. Það góðu díl. Það má ekki vanmeta þennan díl. Sigurjón Ernir Sturluson, einn af fáum últrahlaupurum sem eiga 100 kg back, ef ekki bara, ég ætla nú ekki að segja eini, en ef þið finnið annan, þá það þarf hann að mæta í settið hérna. Það þarf 100 kg backpressa og 100 km hlaup. Það samsvarar sér ekki vel. Sigurjón gerir þetta samt. Já, við skulum bara heyra þetta allt betur frá Sigurjón sjálfum. Sigurjón Ernir Sturluson, gjörið þið svo vel. Ég klár í þetta? Ég er klár. Geggjað. Sigurjón Ernir, vertu velkomin í þáttinn. Takk kærlega að vera það, Snorri. Herðu, þú ert með töluvert stærri hendur heldur en flestir aðrir sem að gera það sem þú ert að gera og svona stærri ramma. Það er alveg ótt að segja það. Ég á svona 15-20 kíló á hlaupar sem ég er að hlaupa með. Já, og svo að fólki sem er að hlusta á sér ekki, þá eru að tala um í vöðvum. Já. Hvað þú myndir svona skilgrina þig sem últra hlaupara eða hvað? Já, í dag. Þá er ég ábyggilega mest þar. En ég er líka lúmskur Spartanhlaupari. Já. Spartan hver er skilgreiningin á Spartan? Spartan er unni hindranhlaup þar sem að þú ert að hlaupa í gegnum braut með
þá x mörgum hindrinum og þú getur valið sérst nokkra vegalindir í Spartan. Það getur verið allt frá rauninni 7-8 km keppnum upp í 50 km og svo eru nokkra keppni sem ennþá lengri eins og sólarhringskeppni sem ég tók hérna á Íslandi í desember. Já, það var einhver viðbjóður þegar ekki? Jú, endaði þá í 3. sæti og það var að hlaupa annars yfir nóttina í -5 og í ýmsum veðrum og það var mjög gaman sko. Einmitt, mjög gaman og síðan ertu með búin að klukka inn ansi góða tíma í líka bara venjulegum götulöpum eins og marathoni og þess Já, kannski aðalega með hversu svona hefi ég sko þá eru það ágætis tímar en ég ásast í 10 km á ég 35.04 að langar að fara undir 35 og 2.46 í marathoni stefni á að fara undir 2.45 og ég held ég eigi það nú alveg inni bara í dag ef ég færi í góða braut sko. Ok. Og síðan ertu með Laugaveginn? Já, ég á þar 4.57. Já, undir 5 tímum. Já, náðu því 2018. Og hvað átt í bekk? Ég á 130 í bekk. Já. En er sannlega stoltast af því að við tekið 100 kg 10 sinum einu sinni. Já, ok. Þetta eitthvað sem að enginn á startlínunni í þessum keppnum að taka. Ekki margir, sko. Hvað aðra svona styrtatölur ertu með hérna? Bara svo að einhver sem að tjúnar inn og hlusta, þetta er annar hlaupari. Að ég get þá allan að gefa þið það vægi að þú ert drullu sterkur líka. Ég á 190 í réttstöðu. Er lentalitar í slisi fyrir 3 ára sem við kannski komum inn á betur eftir. Ég hef aldrei verið mjög sterkur í beigjunum en ég er náttúrulega eina þegar sem að tek djúpan hnefiður, það er náttúrulega mismunandi hvað fólk kalla hnefiður sem er farið í 90 gráður og sem er jafnvel hærra það sko. Einmitt. En í djúpur hnefiðu á ég 135 sem ég hef ekki tekið hnefiður núna í mjög langa tíma og því slísi sem ég lendi á sínum tíma. Já, þannig að þú ert alveg með greiðlega mikinn styrk ásamt þessu þóli. Já, þú reynir þjálfa meiri styrk eða oftar styrk heldur en hlaup og það sé kannski ekki í sama magni sko. Já, þú ert örugglega einn af fáum sem að gera það, eða ekki? Jú, og þetta er eitthvað sem ég reyna að segja fólki að gera svolítið meira, kannski ekki í sama magni og ég, en þetta getur hjálpaði rosalega sérstaklega sem fjallalöpana. Einmitt, förum aðeins hérna dýpra í það á eftir. Þú ert mjög aktífur. Já. Þú æfir svona jafnaði 2 ára dag eða hvað? Já, svona að meðaltali. Það vilja margir segja ég sé eflaust óvirkur, ég vil segja ég sé velvirkur. Já. Þetta er svolítið svona mitt meðal, það er að fá hreyfinguna sko. Ok, einmitt. Þarna segir sko að þetta er svona þitt meðal að fá að hreyfa þig, en síðan eru aðrir sem að sko pína sig í að fara að hreyfa sig. Já. Og út af því að verið á þeim stað sko, þá finn ég alltaf svo til með því fólki og væri til í að hérna ef maður getur látið eitthvað gott að sér leiða að fólk sjáu ljósið í því hvað hreyfing er geggjuð sko, og hvað þetta getur verið skemmtilegt og haldi ekki að maður sé alltaf að fara út að hlaupa og sko sé að draga lappirnar áfram út af þetta svo leiðilegt út af því að maður virkilega fær mikla ánægju út úr þessu. Nú ert þú líka búin að vera að þjálfa hellinga fólki. Já. Hver er munurinn á svona manni eins og þér sem að bara þarf að taka meðal sitt sem er hreyfing og vilt hreyfa þig 2 ára á dag og liftir og hleypur og gerir allt saman versus einhver sem að bara sér ekki tilgangin í þessu og finnst þetta að vera kvöð og pína? Sko þetta er náttúrulega alltaf að þú ert að hreyfa þig og ert ekki að hreyfa þig fyrir þig og ert ekki að finna ánægjuna eða skemmtuna í hreyfingunni eins og ef við tökum bara dæmis í mig að ég er náttúrulega búin að ná ansi langt og er komin ansi hátt í því sem ég er að gera þannig ég tengi hreyfinguna alltaf við ok, ég er að fara að ná lengra hérna en ég, þú veist, ef ég er þreyttur og líður ekki vel og er að fara á hlaupaæfingu og finn bara í byrjun æfinguna ég er ekki að fíla mig hérna þá bara einfallega slepp í æfingunni þú veist, ég fer hérna aldrei á æfingu nema langi fyrir æfingu ef ég er mjög þreyttur og svo bara það gerist núna bara síðast fyrir 2 dögum og ég var sérst að klára heimsmeistaramóti í utanverðhlaupum og það situr svona smá þreyti í mér ætlaði að fara æfingu morgunin svo bara fór ég að vinna í prógram að gera áður en ég fór æfingu og fann bara ég var ekki í góðum gír, var bara mjög þreyttur og ég var alltaf sleppt í æfingu. Já, bara áður en á fyrir mér að hita upp. Já. Og þetta er hluti sem að margir geta lent svolítið í að þú veist þau eru kannski að fara eftir prógrami, fara æfingu og svo aftur æfingu og orðum þreytt en þau hætti ekki að því að það er æfingu morgunin og svo aftur æfingu og þá náttúrulega lendur bara í vítahring. Þú verður að gera þetta svolítið fyrir þig og sjálfur, náttúrulega út að ég vinn mikið í prógramagerð fyrir fólk og prógrami líka bara fyrir sjálfa mig að ég er mjög mikið fyrir það að búa bara til skemmtilegar æfingar. Já, einmitt. Þó ok, ég kannski, það verður sniðugt að vera hlaup í dag, mér langar ekki að vera hlaupa, ég teki einhver skemmtilegan styrktæring. Þannig æfingarna verða að vera skemmtilega, þetta verður að langa að gera þetta. Ef þú ferð æfingu og ert bara að gera eitthvað, fara að æfa til að æfa bara, þá náttúrulega er þetta ekkit jafn skemmtilegt og ég ætla að setja mér hérna markmið æfingunni, ég ætla að reyna að ná þessum 20 mínútum
og taka þessar æfingar hérna, þetta mista skemmtilegar en svo leiðin alltaf verður líka að vinna svolítið í veglíkonum sko. Já, nokkulega, þetta er náttúrulega þessi fína lína að hérna, þetta er eins og crossfitarar tengja við að þeim finnst svo gaman að snara að þá mæta bara æfingu og max í snörun og síðan hérna eitthvað, ég nenni ekki æfingu ég væri samt til í að fara á max í snörun og þá mætir aftur og maxar í snörun og þú bara sniðgengur alla veikleikana hérna. Þarf ekki líka svolítið að passa það í þessu? Jú, og svo náttúrulega þú tekur 5 skemmtlar æfingar og tekur eina leiðilega æfingu inn í kannski styrktarhring að þá sleppur það alveg til sko. Já, þú ert að tala innan sömu æfingarinnar, eða ekki? Já, en ef þú ert að hlaupa og þú veist, hundlega er að hlaupa og ert bara að hlaupa, að þá er ekkert mjög skemmtilegt og til dæmis ég sjálfur, þó ég sé mikill hlaupari ef ég væri bara að hlaupa, að þá er ég komið leið á hlaupum í dag fyrir lungu síðan. Ég er að hlaupa, ég er að hjóla, ég er stundum að styrktarþjálfun og ég er í fjallahlaupum, ég er í götuhlaupum, ég er í Spartan hindranhlaupum, ég er að gera rosalega mikið sko. Og hef alltaf passað upp að hafa fjölbreytnina gífurlega sko. Hefur alltaf verið svona drifin í að fara á æfingu? Áttur einhvern tímann þitt tímabil eða svona turning point þar sem að þú þurfti bara að snúa lífinu við og byrja að hreyfa þig eða hefur alltaf verið aktífur? Já, ég byrjaði í körfubolta þegar ég var 5 ára gamall, æfði í körfubolta í 15 ár, það var ekki kannski allir sem að vita það og eftir það fór ég að fikta mig svolítið í útihlaupum, ég kemur sveit og var það að hlaupa bara svona slóðum, svo byrjaði ég bootcamp og þar fór ég átt að máði og heyrðu, ég geta aðeins meira en ég hugsaði sko, allt í hennu fór ég að taka hérna 30 árbyrði röð því ég hafði kannski bara tekið 15 árbyrði röð, fór hérna að taka spretti og hlaupa mikið hraðar en ég hafði nokkuð tíma grunnið ég geti gert og þá í bootcamp byrjaði boltin að rúlla og þá fór ég að stíga þess út fyrir þægindaramann og í dag kannski maður segja ég lifi líka út fyrir þægindaramann sko. Já, einmitt, þess vegna finnst mér svolítið þessi lína á milli þess að þú sitir heimaður með kaffibollan og ert að prógrama og hugsir ég ætla ekki á æfingu í dag, þú veist, ég trúi þér út að ég veit að þú þekki líka með það vel en aðrir var eitthvað svona ég ætla ekki á æfingu í dag og segja það aftur og aftur við sig en eru kannski bara að vera góð við sig. Já. Þetta er náttúrulega eitthvað sem að þú er líka að læra bara svolítið inn á. Þú veist, ég er náttúrulega búin að æfa núna bara án þess að stoppa þannig að séð eitthvað lengi í 20 ár. Þannig ég kann ótrúlega vel inn á mig líkama og veit hvenær er gott að hvíla og þú veist, ef mig langar ekki að hlaupa núna, þá er bara að lyfta. Þú veist, ég veit alveg hvernig ég get skipt út af æfingum og samt fengið þess að ég vil fá út úr æfingunni. Þú getur æft úthaldi í lyftingum játt sem hjóli eða hlaupi. Þú veist, ef þú tekur styrktaring á mikill ákveð þá ert að æfa vel úthaldi sko. Já. Hvernig ferðu frá því að vera í bootcamp yfir í að keppa á heimsmeistaramótinu í utanvega hlaupum? Það er góð spurning. Eins og ég segi þá í bootcamp að þá svona fyrst lærði ég að stíga hans út fyrir þægindaramann og já, áttaði maður ég gat mikið meira en ég hafði nokkuð tímann ímyndað mér geti gert og svo í sveitinni fór ég svona að hlaupa svolítið með bootcamp. Eins og ég segi þá bara hef ég alltaf verið svolítið hreyfifíkill, þannig ég var að taka bootcamp með einhver morgun og svo tók ég útihlaup seinnipartinn eða á kvöldin upp í sveit sko. Og svo hérna flutti ég í bæinn þegar ég var sérst að læra á Laugarvatni í íþróttafræði og þá svona fór ég eitthvað fikta áfram í götuhlaupun, byrjaði náttúrulega bara í 5 og 10 kilometrum og fannst það hrikalega gaman og fór hann alltaf meira og meiri árangri og ég rauninni bara tengdi, þú veist, hreyfinguna við meiri árangur og það hefur alltaf verið minn hvati í æfingum. Að, þú veist, ef ég æfi rétt og skynsamlega að þá næ ég betri árangri í keppnum og fleiru. Já. Og svo fór ég bara þú veist hvernig þetta er, mann langar alltaf lengra og lengra og lengra þú er náttúrulega búin að hlaupa marathon og ert sjálfur að stefna á Laugaveginn þannig að þú veist, mann langar alltaf að sjá hversu langt maður getur farið. Nákvæmlega. Og ég er náttúrulega, það er svolítið langt síðan ég byrjaði að teygja út armana, þannig ég er komin kannski svolítið langt í þessu ferli hjá mér. Þannig ég hef núna þegar hlaupið 115 km sem ég hljópi í Spartan hindranhlaupinu. Já, þú hefur hlaupið lengsta hlaup innan þessa Spartan reis. Já, þó það náttúrulega kannski teljist ekki sem hlaup af því að það er hindranhlaup. En þá hljópi ég 115 km á 21,5 tíma með 250 hindrunum og 5.590 metrar hækkun. Svona hækkun þetta er 5,6 km upp í loftið. Já. Sem þú ert að klífa ásandi að hlaupa 115 km og fara í gegnum þessar hindranir 250 hindranir. Ok, af hverju myndi einhver gera svona? Er þetta bara aftur? Bara testa það sjá hvað það getur og það er svona, það er lykillinn í þessu últra að þetta snýst ekki það að þú sért að fara að bæta hámarsúrunsupptökuna hjá þér eða bæta hlauparhæðinni eða eitthvað svoleiðis, þú ert ekki að gera það í últrahlaupum. Últrahlaupum ertu að sjá hversu langt þú getur náð og þú eru búin að ná svona langt, þá er allt annað físlétt sko. Þá getur allt sko. Og þú getur þetta, okkur get ég ekki þetta. En þetta verður að passa að hafa skynsemi í þessu, þú verður að hvíla milli áskorana og velja rétt keppnir og vera rétt stiltur inn í þetta allt saman.
og þannig spila rosalega margt inn í endurheimtin alltaf svefnin og mataræðið og fleiri þeindur sem ég hef alltaf hugað rosalega vel að. Hvernig það, sko, minnst að vera svona ákveðin andstæða að vera að lifta svona þungt og að vera svona sterkur en fara síðan í þessi löngu hlaup og við erum að tala þú veist, þetta það löng hlaup að hérna, þú veist, þetta allt lengra en marathon, þessi últra eða ekki, það ekki skilgengin yfir 50 km? Últra, þá ertu komin, þetta var náttúrulega últralöp sem vorum í heimsmeistaramótinu sem var 44 km. Já, það últra? Já, ok. Ég held ég færi rétt með það að þú ert komin yfir 42 km þá ertu komin í últravegleind, en afsakið ef ég segi það eitthvað villast. Já, ég held að sé þannig að þú ert að vera komin yfir allavega 42 sko. En ertu þá ekki í svona hlaupi að hugsa bara nú er ég hættur þessum backpressum, það er ekki gott að vera að ferðast með þessa brjóstöðu sko. Það er nefnilega í últrahlaupum, maður sjálfsögðu aldrei gott að í hvaða hlaupi sem þá viltu ekki hafa einhvern rosa kassa og stóra hérna byssu sko, það er seint að fara að hjálpa þér. En þetta náttúrulega það hjálpa mér mikið til dæmis í Spartan hindrahlaupinu sem ég líka að gera. En þú ert komin í svona últrahlaup að þá snýst þetta ekki bara hrað og úthald. Það er nefnilega svo rosalega margt sem spilar inn í. Þú ert að klífa upp mikið af brekkum, þú ert að hlaupa niður og þannig er ég að nota hendurna á mér, ég er að styðja á hnén á mér og þú getur notað jafnvel stafi, þannig að það er þessi upper body styrkur, hann er að hjálpa mér mikið meira í fjallalöpum heldur en að gera nokkuð tíma í götuhlaupum sko. Já, ég skil, ok. En þú veist, samt ertu með þessa tíma sem þú veist að þylja upp í götuhlaupunum eins og 2:46 í marathoni. Þú veist, það er, veistu hvað peysið er? Þá er ég halda 3:54 í gegn. Já, þá ertu þess að 3 mínútur og 54 sekundur með hvern kílómetr að meðaltali yfir 42 kílómetra. Já. Og hvað ertu þungur? Núna fyrir sumari var ég 87 kíló. 87. Hver heldur það svona meðalþyngd á öðrum hlaupurum, topplaupurum sé? Sem á þessum tímum eða? Já, svona. Ég held að sé kringum svona 70 og kannski og niður úr. Já, er það ekki? Jú. Já, það er svona miklu þingri. Já, eins og ég segi, ég er alveg 15-20 kílóum, ég er vel þingri en flesti hlauparar sko. Og hvernig er æfingafyrirkomulagið? Ég veit að þú talar fyrir því að þessi styrtaræfingar sem þú ert að gera eru í rauninni, þú í rauninni leggur meiri áherslu á styrkin heldur en hlaupin til þess að ná árangri í hlaupum. Er það rétt farin með? Já, í sérstaklega í fjallahlaupunum. Það var náttúrulega mikið magna styrtaþjálfunni seint að var í hálfbæðar að auka hraðin kannski í 10 km hlaupi eða hálfu marathoni, en leiðvort farin að fara upp og niður brekkur og það náttúrulega verið að spila svo margt inn í sem að styrkurinn kemur rosalega sterkur inn og þess vegna ger ég mikið af uppstigum og sprettum og fleiri þeimdur sem að hjálpa þér í svona hlaupum. Og það hef ég líka séð bara í langflestum hlaupum sem ég keppi í svona ultrahlaupum að þá er ég mitt að taka keppendur upp brekkunar sko. Já, það býrðu meiri styrk þar. Já. Hvernig eins og með þú lendir í því fyrir 3 árum að fá útbungum í bakið. Já. Og það var út af bara ómiklu álagi eða eitthvað? Sko, maður getur aldrei sagt hvað nákvæmlega skeið hana, en ég var sérst að taka hnébeygjuprogram sem heitir Smólov og ég yfirfærði það yfir í réttstöð. Var það Smólov Junior eða bara Smólov full cycle? Þetta var sérst, er ekki 12 vikna program? Jú, það er full bara. Já. Og ég var sérst farið þetta yfir í réttstöðu sem er ansið þungt sko. Já, ok. Og á þessu tímabili var ég reyndar að taka þetta í réttstöðu, hnébeygju, axlapressu og backpressu. Sko, þetta er eins og ég segi, ég fer all in í hlutina sko. Þetta program er náttúrulega bara, þetta er svona I command you to grow dæmi. Já. Þetta er bara, þú verður bara styrkjaði til þess að höndla programmið. Það er kannski gott að segja að fólki verði því þeir sem þekki ekki þetta program að þetta er gífurlegt álag, liftingarálag í þessu programi og og það gengur bara vel og ég er að taka þannig set sem var 7x5 rep með 157 kíló í réttstöðu og bara leið vel í gennu settið og svo fór ég að vinna bara daginn eftir og fann aðeins fyrir svona stífleika neðst í bakinu. Svo öðrum degi þá var ég orðin ansi aumur í bakinu og 3. dögum þá bara var ég fastur í bakinu. Það var bara, ok, það greinlega gerist eitthvað sko. Og ég er náttúrulega eins og asni, ég held að þetta væri bara bólga, ég fór náttúrulega bara aftur æfingu og fór að vinna með 170 kíló í réttstöðu sko. Það er enda skeið ekkert á þeirra æfingun, ég bara hætti mig fljótlega því ég fann að það var eitthvað sem var ekki að virka alveg sko. Smólov býður ekkert? Nei, það er svo leiðis. Og svo fór ég til heimilislæknis fljótlega eftir þetta og hann sagði náttúrulega bara að vera með bólgu í baki og ég sagði bara að ég geti alveg haldið að fara að æfa og það væri bara að væli í mér þannig að sé sko. Já, ok. En svo talaði ég við mikið snilling sem er sérst háls- og baksérfræðingur, Dr. Eyþór Kristjánsson heitir hann og hann sérst að teipa með bakið alveg frá hálsi og alveg niður á rass, þannig ég var bara fastur með bakið upprættri stöðu og á 4 dögum þá fann ég að útbungunin gekk inn.
Ég var ekki 100% og langt frá því og ég var náttúrulega, það hafði gengið úr liðpúðunni hjá mér og náttúrulega mynda sár, en ég fann hvernig það sem gengur úr púðunum að það fór aftur inn og mér fór að líða mikið betur. Þannig að ég staðið á þess að finna stöðum að verk. Ég var það slæmur, ég gæti ekki staðið í 10 mínútur á þess að þurfa að sitja niður. Já, ok. Og þú veist, ég var mjög stutt frá því að fara í brjósklos og sumir tala að sem betra að fara í brjósklos heldur en útbúkun, að þú getur voðalega lítið gert í útbúkun, annað en bara, þú veist, unni með liðleika, styrti á þessu svæði, en í brjósklos þá kannski færi aðgerð og svo ertu bara góður, sko. Já. Hvað svona reynslu dreifuru, eða lærdóm dreifuru af þessu? Eins og segi, það er voðalega erfitt að segja hvað olli þessu, auðvitað kenna náttúrulega allir bara æfingunum þetta, en kannski var þetta eitthvað bara undirliggjandi hjá mér sem var alltaf stutt í að gerðist og bara þannig að gerðist þetta. Þannig að það voru erfitt að segja hvað nákvæmlega olli þessu, en auðvitað náttúrulega var rosalega mikið álag á mér þannig að þegar þetta skeiði. En þetta skeiði eftir æfingunni en ekki á æfingunni, þannig að ég tengi þetta ekki alveg kannski beint við æfinguna þó að þetta sé líklega það álag, en ég var samt að beita mér alveg runni rétt í æfingunni. Okay. En það er náttúrulega kannski álagið það er lærdómi sem ég drega þessu er að auðvitað verður maður bara að passa álagið, sko. Já. En þú veist, mér leið alveg vel á þessum tímapunkti, skilur, þó þetta hafi skeið að slísin geta náttúrulega alltaf skeið og flest svona slís náttúrulega skeið þegar fólk er ekki að æfa, sko. Já, en ég er bara að pæla eins og núna, þó í dag þá ertu hættur að taka réttstöðu og hnébaugu eða allavega þyngdar eða hvað? Já, þess að fljótlega eftir þetta skeiði að þá náttúrulega var ég alltaf að reyna að fara aftur að taka réttstöðu og að reyna að taka hnébaugu og ég talaði ekki við Eyþór fyrir en svona 4 mánuðum eftir þetta skeið og á þeim tímapunkti var ég bara djöflast við að koma mér aftur í rútínu og reyna að halda áfram að þetta var bara bólgaði baki þess að heimilisleiknum mér, en svo kom annað daginn, sko. Og ég var alltaf að reyna að djöflast áfram og ég lenti tvisvar því að fá aftur tak í bakið, að þá var bara það sem að byrja að gróa í bakinu var alltaf að gefa sér það aftur. Og svo þegar ég fekkaði 3. skiptið að þá var ég í vinnu og þá var ég bara rúmlíkjandi 3 daga eftir það og þá hugsaði ég bara ok, nú er ég bara, já, fyrir þá sem veit ekki heima fyrir það á ég ansi hugulegan bílskúr þar sem ég hef búin að setja góða aðstöðu, þannig að nú verð ég bara að æfa í bílskúrni hjá mér, ég verð bara að hætta í strength and conditional í bootcamp og hætta í crossfit eða þeim æfingum sem ég gat ekki gert, en ég ætla að taka út alveg hellingaæfingum og það er með rétt stöðu, þunga hnépi, þunga axlapressu, allt sem að setja mikið álagi gegn hryggjarsúluna, það bara hætti ég að gera ákveðin tíma. Það hefði verið réttast fyrir mig að hætta að hlaupa líka, en ég bara dróða eins úr hraðanum og það slapp alveg til þó að svona ég vissi að því á tímapunkti, en ég er náttúrulega svolítið hreyfifíkill, en ég vildi ekki taka alveg allt út, sko. Og svo hef ég náð bara að byggja mig ótrúlega vel upp síðan þá og ennþá í dag þá tek ég ekki þungar réttstöðu, hnébeygju, ekkert power clean, engar ólympískar lyftingar, en eflaust get ég farið að fikta við aftur í dag. Já. En ég er allavega komin ansi góðan stað. Ég var einmitt á fyrirlestri hjá þér daginn niður í sportvörum. Já. Og það var svolítið skemmtilegur punktur sem varst með að það var mikið af hlaupurum í salnum, en það var þetta fyrirlestur fjallahlaup. Já. Og þú varst að tala styrtaræfingar fyrir hlaupara og alltaf þegar ég heyri styrtaræfing eða liftingaræfing þá hugsa ég bara svona automatist 5x5 hnébeygja eða svona þungt, svona svolítið crossfit legar styrtaræfingar. En þú varst að tala að styrtaræfing þarf ekki vera meira heldur en nokkuð hárepp af hnébeygjuhoppum eða eitthvað konar sip eða arbeigur eða whatever, bara svona aðeins að virkja vöðana. Og það getur rauninni hjálpað hlaupara meira heldur en að vera hamast í rosalegum þyngdum í hnébeygjum, að taka fyrir eitthvað bara aðeins léttari hnébeygjur og fleiri rep og vinna kannski meira með sprengikraftin. Það er það kannski sem er hjálpað meira í hlaupunum heldur en eitthvað rosalega þyngdir, sko. Að þú vilt vinna með hraðan í vöðvaþræðinum, sko. Hvernig lítur þá styrtaræfing út hjá þér? Sem dæmi í morgun, ef við tökum bara æfinguna sem ég tók í morgun, að þá byrjaði að taka 5x1000 metra hlaup með 2 mínútum milli, sem tek þá intervall hlaup. Já, og væntanlega þá 1000 metra sprett, eða ekki? Já, eða sprett, jú, þá ef ég var á venjulegu bretti þá var það 17 km hraða. Já, þú ert á assault brettunum. Já, og það er talsveit öðruvísi, sko. Það er bara þeir sem á hlaupað og svoleiðis vita hversu sökkað það er. Já, en ég elska bretti, sko. Já, einmitt, er þetta líka fullkomið fyrir bara svona meira utanvega álag? Eins og sérst að taka styrtaræfingu á hlaupum, það er bara svoleiðis. Já, einmitt, þetta er eins og að vera konstantli að fara upp smá brekku. Já, þetta bara vinnur, náttúrulega þú knýr bretti sjálfur áfram, þannig þú ert að vinna mikið meira framöfu læri hamstring og kálfa sem er náttúrulega frábært fyrir fjallahlaupara. Já. Og fyrst þegar ég prófaði svona bretti að þá var ég náttúrulega vanur hlaupari eða hlaupið mikið og ég fekk bullandi strengi eftir fyrsta æfinguna. Já, einmitt. Það segir mér bara, vá, þetta er að virka vöðvana rosalega mikið. Er ekki líka að tala að þetta neyði þig svolítið til þess að hlaupa rétt?
Jú. Ég veit að þetta svona neyðið í að beita þér aðeins réttar. Já, ég hef verið með kúnna sem hafa verið með beinhinn á bólgu og aðra svona álægstengda verki og það hefur actually lagast hjá þeim að því að nota svona bretti. Já. Þannig að það alveg klárt sko. Alltaf þú ert að íta sjálfur áfram brettinu og það er mikið eðlilegra hlaup sko. Já, það er kannski erfiðar að vera eitthvað að bomba hælnum fram í brettið til þess að reyna að knýja á. Ef þú tekur allt á stór skref að þá er henni færði geta flæði í brettið þá bara náttúrulega stoppar það sko. Það er svona hægt og rólega. Einmitt. Þetta það er smá tækni við þetta þó svo þetta er svona alveg gjörsamlega inngróið í hausinu á það núna þegar þú stígur á þetta en maður oft sér þegar einhver stígur á þetta í fyrsta skipti þá svona sem maður að svona, smá ójafnvægi í þessu út af að þú þarft í rauninni að stjórna hraðanum alveg sjálfur. Og ég hef einmitt oft talið hjá mér hvað ég er að taka mörg skrifa á mínútu og ég er sjaldan undir 200 skrifum á mínútu á brettinu. Undir 200 skrifum á mínútu? Þetta er henni bara því færri skrifum sem þú tekur, því betra flæði færið á bretti og það er nákvæmlega sama og þú vilt fá í hlaupunum. Já, þetta er sláandi töl. Herra, já, fyrir ekki, 5 sinnum 1000 metrar með 2 mínútum milli, klassísk. Og svo þarf styrktaræfingin ekki að vera raunni mjög löng eftir það. Það eru voðalega margir sem halda að ég var styrktaræfingu þá verði að vinna í klukkutíma og verða að brenna 700 hitaæfingu. Þetta er ekki það sem þú ætlar að fókusa. Þú ætlar að fókusa á hvað vilt fá út úr styrktaræfingunni hjá þér. Til dæmis æfingin hjá mér í morgun, mér finnst mjög gaman að blanda saman bara alls konar æfingum. Það tók ég semast bara 50 tvöföld sip, ég get ekki venlega sip líka, 40 kassauppstig með 1010 kg. Ég tók 30 upphífingar, 30 arbegur, þyngdar arbegur með 10 kg, 20 upphífingar og 10 roll-out, þar sem ég sérst rúlla út og æfi kvið. Ab wheel. Já. Og þetta er eitthvað sem ég legg alltaf miklu áherslu á og ég vil vinna sem mest með allan líkamann. Ketibillur hafa alltaf verið miklu uppáldi. Ég nota frekar handlóð heldur en að vera í einhverju föstum tækjum. Stöng og lóð nota ég mikið frekar heldur en að vera í nefbegju þar sem að ég fastur einhverju tæki og ítandi einhverju þyngdfram með fótunum. Allt svona, allar frjálsar þyngdir að það er vinna alltaf svo mikið með miðsvæði hjá þér og það er það sem þú ert að nota þegar þú ert í hlaupum og ert komin í mikið álag ef þú ert ekki með þetta core til að halda þér uppi og dettur niður í slæma stöðu að þá ertu mjög fljótur að missa öndunina og þá bara verður mjög fljótt súr í hlaupunum. Það er eitthvað sem þú vilt ekki lendi í. Og þú talar að þú tekur styrktaræfingar eftir því hverju þú vilt ná fram í rauninni. Þarna, ert þú að horfa á þessar styrktaræfingar til þess að hjálpa þér með hlaupin? Ert að reyna að gera þetta til þess að hlaupa hraðar? Eins og segi, þá er ég hef aldrei sagt að allur minn fókus er bara hlaup. Nei. Ég er mjög rosalega gaman að ég vil geta gert allt, þannig séð. Eins og þannig að ef ég segir alveg svo að ég æfði í rauninni ekkert markvist sérstaklega fyrir þessa sólarings Spartakefni sem ég fór í. Ég fór í kemna bara nákvæmlega í því formi sem að ég æfi alltaf. Ég tók sérst ultrakefni fyrir þetta sem var 6 vikum fyrir, 50 km kefni og gekk bara mjög vel þar, var rauninni á 3. besta tímanum. Og svo eftir það, ég var alltaf á báðum áttum, ég var aldrei búin að ákveða að ég ætlaði að fara í þessi kemni, ég var aldrei 100% stuðsaði. Svo bara svona viku fyrir þá bara ég ætla að fara í kemna. Og ég bara ég ætla að fara bara með þetta form sem ég er í, eins og ég æfi og þá tókst bara enda henni í 3. seti með bara mörgum bestu Spartan gaurum í heimi sko. Þannig að þú reynir að halda þér alltaf í góðu formi. Já. Og svolítið svona all around góðu formi. Já. Ok, og það er nefnilega það sem ég svona fíla mikið við það sem þú ert að vinna með er að þú ert einhvern veginn búin að checka í öll boxin. Þú ert ekkert bara sterkur eða bara góður að hlaupa og ekki bara líkamlega hvað var að hreyfifærni eða hreyfigetu eða hraða eða styrk, heldur líka mataræði, recovery og allt þetta sem að tengist bara heilbrigðum lífstíl. Já. Þannig mér langar að fara svolítið yfir þessar hluti sem að maður þarf að hafa á hreinu eða fókus á til þess að vera bara fá einhvern hluta af því sem að þú hefur, þessu bara líkamlega heilsu og þú hefur mikið talað næringuna. Og þú ert grænmetisæta eða ekki? Búin að vera grænmetisæta núna í rúm 2 ár. Ok, það kemur óvart. Hvað kemur til? Það er fyndið að segja frá því. Það var sagt, ég byrjaði á því að fara alveg full vegan eða á jurtafæði. Ok. En náttúrulega jurtafæði? Já, sko, náttúrulega það slæma við eða slæma og ekki slæma að vegan mataræði, það náttúrulega inn í vegan getur verið Doritos, það er nammi, það er já, auðvitað. Þannig að þú veist, þegar ég heyrði vegan þá var ég hugsa hreint og gott mataræði. Svona plant-based. Já. Og sjálfsögðu er ég hlindur því að við höfum ekki að vera að fara með dýr eins og við förum mörg með þau í dag. En svona ég var meira hugsa þetta jurtafæði það. Það borðað sérst mikið úr plönturíkinu og ég sérst tók það í 2 mánuði og þessi tímabili var ég að vinna upp í jafnlendi. Og það er eina sem ég gat borðað svona almennilega á þeim tíma var sérst hafragrautur
og eins og kannski margir vita þá vegan prótein, að þú ert að vanda svolítið valið til að finna gott vegan prótein í dag. Akkur það? Bara því að vegan vörur eru yfirleitt mikið minni unnar, þannig að það mjög lítið af viðbættefni eins og whey-prótein, það er náttúrulega með mjólkurvöru og það voðalega einfalt, whey-prótein bara mikið betra bragð heldur en vegan-prótein. Já. Hefur þú smakkað eitthvað vegan-prótein? Nei, já, þú veist, jú, örgulega smakkað en ekkert. En þess þegar ég var þannig að þá prófaði ég ábyggilega 10 mismunandi vegan-prótein. Þannig að þú ert að tala að verður að vanda valið bara út af margt af þessu svo vanda bragðið? Já, það er mjög erfitt að finna mjög gott vegan. Já, ok. Allavega fyrir mig. Já. En já, og það var ástæðan fyrir ég hætti, ég er mjög hlynntur því að vera jurtafæði, mjög hlynntur því, en ég fann bara að ég var ekki að fá þetta prótein sem ég þurfti til að halda mínum hátti 90 kíló skrokk í þeirri æfingar ákjæð og fá endurheimtina sem ég þurfti að fá sko. Okay. Og ég fann bara að ég var ekki að jafna mig nógu mikið eftir æfingar. Ég fann bara að próteini var ekki nóg. Okay. Að hefði ég bara verið vinnandi 8 tíma dag og þú veist, verið heima hjá mér, ég var í vaktavinnu þess tíma, þannig ég var á nætuöktum og kvöldöktum, þannig það var svolítið erfitt að græja nesti og skapa góða rútínu fyrir mig. Þannig að það aðalega kannski þess vegna sem að þetta funkaði ekki þannig á þessum tímapunkti hjá mér. Í dag verða mikið öðuldara og í dag vinn ég dagvinnu í sportvörum og þá myndi þetta virka mikið betur fyrir mig. En þannig bara virkaði þetta ekki alveg nógu vel og þá fór ég yfir í grænmetis ætu og þá náttúrulega færði mjólkurvörinn og whey-próteinið og próteinstykki og fleiri þyndur og þá henni auðveldast mataræði rosalega. En af hverju ferðu yfir í plant-based eða jurtafæði til að byrja með? Fyrst var henni sagt að ég gæti ekki verið á þeim stað sem ég sem jurtamæður í dag ef ég var grænmetisæta. Ég sagði ok, skal sýna ykkur. Já, ok, það var prove you wrong bara. Það var bara svolítið svoleiðis sko. Okay. Og svo kærastan mín, hún rosalega hrifin af þessum mataræði. Og hún bara vill ekki sjá kjöt eða fisk í dag. En við borðum egg líka, þannig að það er held ég kallað paskbeterian eða eitthvað svoleiðis, ég man ekki alveg rétt orðið við það. Pescaterian þegar þú ert með fisk líka? Já, við erum reyndar ekki með fiskin, við erum bara með eggin inni. Já. Og mér bara líður ótrúlega vel á þessu. Já. Ég bara einhvern veginn mikið léttari og bara alltaf til í æfingar og fleiri þeimdur sko. Og ég veit að þú ert alltaf að vera að hámarka þín bara, hvað segir maður, þitt performance, þín afköst á æfingum og í keppnum. Heldur að mataræðið hjálpi til við þetta? Heldur að hjálpi þér að vera ekki að borða fisk, hvítkjöt, rautkjöt og allt þetta? Ég ekkert mikið á móti kjötátti, en að sjálfsögðu það þyngra en sérstaklega að þú ert að borða mikið af kjöti. Nei, ég myndi ekki segja að þetta sé endilega að íta mér eitthvað hærra heldur en hitt, en þetta lætur mér líða betur. Já. Og það svona, ég vil að það sé lykil atriði í þessu sko. Algjörlega. Þú veist, ef að þér líður vel þá performance þú betur, það alveg klárt mál. Einmitt. Og það bara eins og margir talandi sem í íspöð það er ekki alveg vita hvort að gera eitthvað fyrir því, en ef þér líður mikið betur að því þá verður það virka fyrir því, skilur. Nákvæmlega. Hvernig trakkaru hversu mikið af kaloríum þú ert að fá eða hversu mikið þú þarft eða einhver makrós? Það er enda svolítið langt síðan ég gerði það síðast. Okay. Þegar ég gerði það síðast þá var ég í kringum 5.000 hitaeiningar. Já. Og var að fá ég var enda á þessu tímabili var ég svolítið, ég hef prófað ótrúlega margt í mataræðinu. Já. Ótrúlega margt sko. Og þannig var ég svolítið svona ketómiðaður. Okay. En ég var að fá svona 60-70% orkunum mínar úr genum fitu og svo mikið af próteini og minna í kolvetnum. Og þannig var ég að borða mikið af majónesi, síafræjum, avokado og mikið af feitum afurðum og það er náttúrulega gífurlegt hitaeiningagn í því. Þannig að þá oft mjög fljótt að liftast upp. Já. Til dæmis bara havragrautur sem ég fæði mér í dag, hann getur verið að fara upp í 1000 hitaeiningar sko. Hvað er þetta nagli í þetta? Netusmjöri okkur? Ég er með mikið af höfrum, ég er með mikið af síafræjum, það er gífurlega orka í því. Já. Ég er með prótein, ég er með netusmjör og bara þessar 4 að það er bara ótrúlega hvað það getur listið sér fyrir þeim. Já, þetta er alveg kaloríu þettur matur. Já, og svo yfirleitt setja ég netur líka yfir þetta. Já. Sólblómafræ, þannig að þetta verður fljótt ansi orkuríkt. En svona út frá kaloríur inn, kaloríur út sjónarhóttinu, er þetta ekkert að bæta á þig bara óþarfið þyngd við að borða svona? Svo er annað sem spilar inn í þetta hjá mér, sem að spila mikið inn í þetta hjá mér og það er fastan. Já, einmitt. Og það, köfum í þetta. Já, af því að þegar þú ert með kaloríur inn og kaloríur út og ferð að fasta, að þá breytist það ansi miklu.
Ok. og þú þegar þú fastar að þá gengur svo mikið af þinn orkuforða að þess að kalori inn, kalori út að það brengla svolítið hér. Ok. Rauninni, eins og ég fasta flesta daga 16-8, þá fasta ég 16 tíma og borði 8 tíma og þegar ég fasta í 16 tíma og tek mér fyrstu máltíð að þá þarf ég rauninni að borða ansi mikið til þess að fara að fylla aftur á minn kolvetnatank og þegar ég er búin að ganga á mínar byrðir rauninni en ef ég væri alltaf að borða að þá er þetta mikið meira kalori inn, kalori út sko. Já. En ég þarf rauninni mikið meira kaloríum ef að ég klára svona rosalega tankin hjá mér. Einmitt, og þegar þú ert bara að bókstaflega sleppa máltíðin. Já. Eða ég get sagt þér þetta. Ég er ekki næringafræðingur. Þannig að ég er ekki taka allt sem ég segi bara algilt sko. En eins og ég segi, ég prófaði að drekka matinn hana, ég var að borða 5 tíðæningar, ég ætti að vera að þyngjast svona 1 kíló á hverju viku, hefði ég haldið þessu áfram. Ég hef alltaf haldið þessu áfram. Og var að fasta á þessu tímabili. Þannig að ef að þetta væri kalori inn og kalori út, þá væri ég akveitur í dag. Já. Það er bara svo leið. Ok, en einmitt eins og þú segir þarna, þú ert ekki næringafræðingur en það sem ég fíla líka við þetta er að þú ert að bara pröfa þetta alltaf sjálf með þér. Já. Þú ert búin að fasta í heilangan tíma núna. Í að verða 6 ár. Já, einmitt, þú veist, það er annað en þeir sem eru núna búin að vera þessu bara eitthvað í 3-4 mánuði og finnst þetta geggjað, þú veist, þú er 6 ár. Já. Ég heyrði bara fyrst af þessu því ég var að byrja í námi á Laugarvatni og þá prófaði ég mig áfram í þessu og ég fann bara, ég er bara með betri orku, blóðsíkunni betur, líður betur í löngu hlaupunum, fastan hjálpaði mér helling þar, ég get nú komið betur inn á eftir og já, þú veist, ég var mikið sjaldan veikur, talið þetta styrkir ónæmiskerfi mikið og ég fann það bara, það gerði það og ég bara var allur einhvern veginn mikið léttari og samt orku meiri sko. Og svo fór ég að taka æfingar fljótlega í kjölfærið á fastandi og hef farið allt upp í 30 km æfingur hlaupandi á fastandi og með þessi á og nokkur góðir ákveð 4 pace sko. Okay. Þannig eins og ég segi, ég prófaði mér rosalega mikið áfram í þessu. Já. Og það er henni ótrúlegt hvað orkan er stabíl og góð. Og konseptið þarna er þá að þú ert ekki að reiða þig á kolvetnaforðan sem er takmarkaður í líkamannum, heldur ertu búin að svissa í rauninni yfir í svona sinni einföldu mynd fitubruna. Já, og það er rauninni það er þetta sem að gerist til dæmis þú veist að hlaupa maraþon og það sem er talað 30 km veggurinn, að það er yfirleitt það að líkaminn er að skipta svolítið mikið yfir í fituforðan hjá þér, að því að kolvetni klárast og þú getur ekki tekið inn á kolvetnum til að fá það orku sem þú þarft og þá yfirleitt lendir fólk á þessum 30 km vegg og ég hef tvisvar lendið í, bæði skiptin í 32 km og mér leiði mjög vel á þessu tímpúti, svo var bara ég var í slegin með kilvu sko. Nú gerir þetta svona hratt? Já, þetta bara gerist á svona 500 metrum. Ok. Og mér langaði þetta skeiði í mínu fyrsta marathoni, þá langaði mér að leggjast á grúfu og fara að gráta bara. Ég man að ég fór úr sko 4 pace í svona 6:30. Og 4 pace í þínu fyrsta marathoni? Já, ég hljóp mitt fyrsta marathon, þá hljóp ég á 2:57. Já. Þannig á tímabili var ég á 4 pace en average pace var kringu 4:10 þá. Ok, allt er góð. Það voru margir hlaupar sem voru ekki mjög sátti með mér þá, sem hafa verið að hlaupa mörg ára, reyna að komast undir þér á, svo kemur ykkur hlunkur og hlaupar undir þér á. Og hann lenti á veggnum. Já. Þannig ég lenti á vegg en ég var búin að hlaupa svolítið hratt fyrir það sko, þannig ég átti inn í smá buffer og svo náttúrulega jafnaði maður aðeins, þú veist, setna í hlaupinu sko. Já. Þetta, ég tvisar lendi í þessu og lendi kannski vest í þessu Laugaveginum. Fyrst ég hljóp Laugaveginn 2011, það var það mitt fyrsta svona alvöru ultra áskorun, það lengsta sem ég hljóp fyrir það var 20 km og ég skil ekki ennþá í dag hvernig ég náði að klára hlaupið sko. 55 km þá? Já. Ok, þú lendir á þessum vegg þarna og þegar líka menn klárar kolvetnabyrðirnar og það er talað um að hann búi yfir 2000 kaloríum, svona, ég held að það var örgulega allir heyrt mismunandi tölur, en það er svona safe to say 2000 kaloríur af kolvetnabyrðum og síðan ertu bara með 50.000 kaloríur af fituforða. Já, og það ertu náttúrulega fljótur að ganga á, sérstaklega stór og mikill hlaupari eins og ég sjálfur er. Svo við tveir hérna. Já, og þá bara í kringum hálft marathon og þá ertu rauninni svolítið búin að ganga jafnvel á það byrja sem ótt inni og þess vegna er svo mikilvægt að byrja að taka orkuna snemma í hlaupi, að því að þegar þetta gerist og þú ætlar að fara að bjarga þér þarna á þessu tímapunkti, þá er það alltaf sýnt. Einmitt. Ok, en þarna lendur á vegg í þínu fyrsta marathoni, út af því að líkaminn klára kolvetnabyrðirnar og er hann að skipta yfir í fitu. Af hverju lendur ekki á þessum vegg seinna mér? Er það út af því þú ert búin að þjálfa líkamann í að skipta yfir í fituna eða út af því þú nærði þig betur?
Sko, það er náttúrulega alltaf þannig að því fleiri löng hlaup sem við hlaupur, að því betur aðlegast líkaminn af vegalengdinni. Það sem er náttúrulega skeið líka í mínu fyrstu maraþónum að líkaminn var bara ekki að ráða við þessa vegalengd. Okay. Þannig að mitt langbesta maraþón, það sem ég hleypa á 2:46, er rauninni 6 vikum eftir Reykjavík-maraþón. Það er sem tók heilt maraþón. Já, ok. Þannig að þá er líkaminn bara í toppstandi, hann ræður vel við vegalengdina, hann er búin að gera þetta 2 sinnum áður og þá bara neldi ég það. Þannig að aðlögunarhæfni líkamanns er svo gífurleg og þetta er náttúrulega það sem ég er að gera með því þegar ég er að fasta alltaf. Ég er að kenna líkamann svolítið, ok, þú ert að svissa henni yfir, aðeins ég nota fituna meira, ok, kolvinni kom inn, þú ert að nota fituna, þannig ég er að kenna henni svolítið að skipta yfir, sko. Og sama og ég held ég hef séð þegar þú varst að hlaupa núna 30 km ekki á bara vatni, að þá náttúrulega er þetta sem þú ert að þjálfa. Einmitt. Ég nefnilega hef tekið tímabil þar sem að ég var að vikta matinn minn og þá var ég fekk ég svona bara mataprógram, hversu mörg kolvetni, prótín og fita ég ætti að vera innbyrða og kaloríur. Ég var í mjög kolvetna ríku mataræði á þeim tíma. Já. Og ég fann bara að í hvert einasta skipti sem ég borðaði þá bara fór orkan upp og ég er að tala bara sko skapið mitt líka. Það var bara dagurinn var betri leið og ég fekk næringuna inn og síðan, þú veist, því lengra sem leið frá máltíð því meira bara var ég hægari og sljóri og bara, var að kreifa í rauninni bara mat, næringu. Og þetta virkaði alveg, en ég þurfti bara alltaf að passa að vera að borða á hárréttum tímum. Síðan núna, þegar ég er hættur þessu og meira komin yfir í, þú veist, ég svona tek við og við einhverja föstur og ég hef aldrei farið yfir í eitthvað svona fituríkt mataræði eða lágkolvetna eða neitt svoleiðis, en ég finn bara að ég er búin að vera að vinna með þetta að hlaupa á fastandi maga og ekki vera reiða mig á alltaf næstu máltíð. Mér er bara svona aðeins að brúa bilið á milli þessu bara með því að fá sér vatn eða kaffi eða hvernig sem er. Að í þessar æfingu sem við tala þegar ég tók 30 km fastandi maga, mér bara leið vel. Þetta er ekkert eins og fyrir einhvern sem að hefur ekkert pröfað þetta og heyrir þetta í fyrsta skipti og hugsar, það er nógu ömulegt að hlaupa fyrir, af hverju myndir hlaupa svangur líka, en þú veist, það er ekki tilfinningin, maður er bara léttur á sér, maður er góður, líður bara vel. Þetta snýst bara hvað þú ert að hugsa. Ef þú hugsar, ég er svo svangur, þá ertu svangur, en þú ert ekki að spá í þessu, þá finnur ekki fyrir þessu. Nei, og það er sko meira að þegar maður er búinn með hlaupið, þá, ég held að sé persónubundið, en þú veist, mér langaði ekki að borða, ég bara borðaði næst hádegismat sem var 2 tímum seinna, sko. Sko, í rauninni er maðurinn mikið vanari því að fasta heldur en að vera stöðugt að borða. Ef þú bara hugsaður á þann tíma sem við gengið á þessari jörð og það er ekki langt síðan við fórum að borða 4-5 máltíðar á dag. Við höfum ekki aðgengi að því hann áður fyrir. Þannig að rauninni líkaminn, hann er mikið meira gerður til að fasta í ákveðnu tíma heldur en nokkuð tíma hann vera að borða alltaf á 4-5 tíma fresti. Og ég vil rauninni meina, ég segi þetta frá mér, ég vil ekki alhafa þetta neitt, en ég vil meina að þetta ekki sé orðið svolítið vandamál í dag, að fólk er alltaf stöðugt að borða og það sem við gerum, þú ert alltaf að fylla á kolvetnatankin hjá þér og það eru mjög margir sem borða bara mjög kolvetnaríkt í dag og ég er ekki að segja það að borða óholt en þau bara borða mikið af kolvetnum og þá er henni ferðu aldrei í það að ganga eitthvað á fitutankin hjá þér sem er náttúrulega okkar langtíma orka og leiðum við fyllum kolvetnatankin og við göngum aldrei á hann, þá náttúrulega færum við bara orkuna í fituform og það er sem líkaminn gerir að hann vill, ég vill hérna ef eitthvað skeður þá vill ég hérna vara orku og það er bara það sem hann gerir, hann færir alla umfram orku í varaorkuna. Þannig að þú ert að borða 5-6 sinum á dag og ég vil ekki hreyfa þig neitt og kannski borða meira en þú þarft að borða við daginn þá sjálfsögðu færu það bara yfir í næsta tank og safnar í þar sko. Já. Og þetta er til dæmis ástæðan fyrir því hvað margir eru að þróa með sykursýki 2 í dag er að þeir eru alltaf bara í þessum kolvetnatanki, alltaf með fullan tank, fara aldrei í næst og þá bara missu líkaminn hæfnin af því að geta nota fituna eða gengið í næsta tankskilu. Er ekki líka insulínið svolítið stór partur af þessu? Það er náttúrulega stóra lagast með föstunni. Kanntu skilgreiningarnar á því, hvernig það virkar og kannski ekki beint tengt sykursýkinni en hvernig maður, þjálfar insulínresistansið á því að fasta? Ég rauninni það sem að insulín tengist náttúrulega beint inn á blóðsykurinn hjá þér. Já. Ef þú ert alltaf að sveifla blóðsykurinn sem við gefum stöð með því að borða aftur, borða svo aftur og borða aftur. Sem ég var að lendi í þegar ég var að vikta þarna, að bara vera alltaf þá verður bara insulínnæmið verra. Já. Og það sem að gerist að þá erum við, til dæmis það sem gerist þegar ég fasti 16 tíma og borða, þá er insulínnæmið orðið, þá nýt ég rauninni mikið meira öll næringarhlutuð sem ég fæ á matnum heldur en ég væri að gera að ég væri alltaf borðandi. Og þetta er rauninni þegar fólk er alltaf að gera þetta og alltaf að skapa verra og verra insulínnæmi að þá náttúrulega getur enda bara með sykursýki 2. Já. Gott dæmi þetta er það var hann kom í Kastljósin, það var prófessor sem var mikill maraþonhlaupari, var að hlaupa ábyggilega 200 km á viku. Hann lenti því að hann var komið sykursýki 2 og hann borðaði bara svo mikið af kolvetnum og
og það er þetta nákvæmlega sem gerist að blóðsykur var svo lélugur, insulínæmi var svo lélegt að hann bara endaði því að hann bara réði ekki við mataræði, hann var bara fann að bæta á sig svo prófaði hann að breyta yfir í keto þar sem rauninni fór að ganga það á fituforrin hjá sér það var bara allt breytist hjá hann og samt svona aktífur og já, hann fór að performansa betur og náttúrulega keto er ekki kannski besta mataræði þar sem þú ert að nota mikinn hámarkskraft í stuttan tíma eins og fyrir 800 metrar hlaupara, 200 metrar hlaupara eða eitthvað svoleiðis sem þarf að fá miklu orku sko. En eins og í marathoni og ég tala ekki ultralaupum þá getur ketomataræði alveg klárlega virkað. Já, og þú talar að hafa pröfað allan anskotan í mataræði, hefur þú farið í eitthvað? Nei, ég var reyndar ekki byrjaður í þessum löngu veglindu þannig á þessu tímabili þegar ég var að prófa mig í ketónu sko. Þannig þá er ég meira kannski að vinna svona mest bara hálfmarathon eitthvað svoleiðis en það virkaði bara allt gífurlega vel þar. Hvernig lítur mataræðið út í dag? Þú fastar ennþá 16.8. Já. Þú nefndir hérna alveg hellingað einhverjum benefitum sem að þú færð út frá því að fasta eins og bara styrkja ónæmiskerfið og okkur svoleiðis. Getur þú talað aðeins meira það bara frá þínu persónulegu sjónarhorni og ég veit að mann les alls konar greinar hvað þetta gerir fyrir mann en ég sjálfur pröfa þetta og ég einhvern veginn finn aldrei, þú veist einhvern rosalega skýran mun sko, sérstaklega ekki tengt á æfingum, kannski út að ég er bara ekki nóg vakandi fyrir þessu. Og þetta náttúrulega, þessi munu gerist yfir rosalega langan tíma, þannig að þú ert eflaust ekki að skynja þetta, þú veist, ef þetta gerist yfir hálft ár, þá ert ekki alveg að finna okkur nú finn ég allt öðruvísi sko. Nei. En svo bara það sem ég náttúrulega fann út úr þessu, ég fór bara performance mikið betur, ég fór að líða betur líkanlega. Náttúrulega sem gerist að þegar þú vaknar og sleppir því að borða í staðan fyrir að keyra blóðsykurinn upp á rullu valdi með fyrstu máltíðinni sem á að vera mikilvægasta máltíð dagsins en ég vil meina að sé jafnvel ómikilvægasta máltíð dagsins er að þá bara blóðsykurinn hafa verið bara stabill og góður og sama myndi gerist þegar þú ert að ketómataræði og borða bara egg og bacon í morgumat þá er blóðsykurinn bara hjá þér beinn í gegn út af þú ert ekki með þessi kolvetni sem er að lyfta honum upp Ég er alls ekki að segja kolvetni séu slæm en ég er bara að tala svona aðeins flóknari hluturinni sem að fólk þarf svolítið að vera meðvitað líka sko. Og þetta náttúrulega getur breytt rosalega fyrir því að þú borðar mjög kolvetniríka máltíð kannski klukkutíma fyrir hlaup að þá getur lent í að blóðsykur rísi mikið og svo ef þú nærið ekki við rétt í hlaupinu þá náttúrulega bara hrapar hann sko. Þess vegna er svo mikilvægt að byrja bara að hlaupa hálfmarathon og heilmarathon byrja bara strax í 5 km og fá sér gel út og talda blóðsykurinn er góðum í gegn sko. Já, vilt ekki byrja að hlaupa og lenda á því að blóðsykurinn sé að falla. Já. En út af að klassísk mýta í þessu með að fasta og að æfa á fastandi maga upp á vöðva niðurbrót að gera. Þá erum við að tala bara rýrnun. Já, þetta er skemmtileg punktur. Já, út af ég veit líka að þú elskar að sanna að þetta sé rangt. Þú náttúrulega varst að lyfta í morgun og tekur yfirlega styrktaræfingar á mótnana eða hvað? Ég teki yfirleitt svona snögga styrktaræfingar eftir þá var hlaupið, var hjólega en stund ekki bara styrktaræfingar svona allir gangur á því bara. Og þú ert ekkert að stressa þig á anabóliska glugganum að fá 22 grama próteini eftir æfingu? Ég var rosalega stressað fyrir þessu fyrst ég byrjaði og ef ég á að segja alveg eins og þá finnst mér ótrúlegt að ég sé á þessum stað sem ég er í dag. Ég var þar, bara ef þú fékkst ekki þinn 30 grama próteini eftir æfingu þá ertu bara að fara að brenna þínu vöðvagallum. Svo prófaði ég mig áfram það bara skýði ekki neitt sko. Ég bara eitthvað þá var ég að bæta styrkin ég fór hérna í smólof og allt þetta og þá var ég byrjaðar að fasta og ég var bara að bæta mig í bekk og beygju og öllu saman sko. Þannig að þú vilt ekki meina að það fylgji við í það er einn góður punktur sem að fastan gerir að það ígur testosteronformin fyrir líkamann líka. Þannig að það eru margir bodybuilderar sem að nota svolítið föstuna. Já, er það? Já. En þú verður að passa því samt að þú verður að vita hvað þú ert að gera þú verður að vita að þú ert að drekka mikið þegar þú ert að fasta og auðvitað þarf að borða vel í þínu matakluga og það eru kannski stæðstu mistökin sem fólki er að gera að það eru jafnvel fólk í dag sem er að borða kannski undir sinni næringaþörf fer svo að fasta þá er það bara allt og lítið af næringu. Já, einmitt. Það tekur tíma að geta innbyrt 4-5 hitaeiningar í 8 tíma matakluga eins og ég geri. Í dag get ég gert það í 2 tíma kluga og þegar ég er búin að vera svo lengi í þessu sko. En þetta er eitthvað sem fólk þarf að virkilega vera meðvitað. Þannig ef þú kannt ekki inn á mataræði, veist ekki hvað þú fá prótein, kolvetni og fitu, þá ættir ekki að vera að fara að prófa það áfram í föstum. Nei. Þú ert að vita svolítið, þú veist, hvað er gott mataræði, þú veist, er ég að fá vítamín og jafnvel taka þá aukalega vítamín og þá kannski getur þú farið að prófa áfram og sjá hvað það gerir fyrir þig. Já, þú ert núna á þessu grænmetismataræði og ert að fasta og nærð að klukka inn eitthvað í kringum 4-5.000 kaloríur á dag. Hvað ert að borða? Bara fyrir forðinni sækir. Ég hef alltaf lagt mikla áherslu á grænmeti
eins og ég segi, ég borða egg, ég borða þó ég segi að mjólkurvörur sé kannski ekki endilega fyrir alla, það er náttúrulega 70% jarðarbúin sem með mjólkuróþol einhverju leyti, við erum náttúrulega eina spendýri sem borðar mjólk undan öðru spendýri eða drekkur, en mér finnst mjólkurvörur fara bara vel í mig, þannig að ég er mikið í skýrinu og hleðslunni og fleiri þeimtúr, það er líka bara þægilegt mikið að gera hjá manni að grípa í eitthvað svoleiðis. Nákvæmlega. Ég er mikið í síafræjum og hnetum og fleiri þeimtúr og svo náttúrulega bara þessum grænmetisafurðum sem er sojakjöt og edamambönir og alls konar svoleiðis rauninni. En þú ert ekki neinu vandræði með að fylla upp í kaloríu þörfuna? Leið og ert meðvitaður hvað þú getur fengið í það, ekki hnetusmjörið og majónas til dæmis, ég hef alltaf litið á majónas sem móðufæði. Já, við þú talar það, hvað koma þau rögg? Ég raunir upp í staðin í majónas er eggjarauður og eggjarauður er bara eitt næringaríkasta afurð sem þú færð, það er bara eggjarauð en er náttúrulega bara að verða ungi skilur, þannig að þú ert með rosalega mikið af vítamínum og næringarefnum og fleira í eggjarauðinni og það er leiðilegt þegar margir að sleppa eggjarauðinni, því að mér finnst að þú ætti ekki að borða kannski eggjabak á dag en 3-4 egg á dag, ég borða þannig bara líka við bara allt mitt líf sko. Já, mitt en fyrir svona stórar keppnir eins og það sem þú ert að fara að biðja líkamann að sko brenna 5.000 kaloríum í einni lótu. Já. Hvernig nærir þig eins og klukkutímana eða dagana fyrir svoleiðis átök? Sko, náttúrulega flestir eru svolítið mikið þar að borða mikið af kolvetnum fyrir svona og byggja sig upp á kolvetnum. Ég hef oft sagt að það eru bara þessi margir sem eru yfirleitt yfir fullir af kolvetnum og eru alltaf semi-hlaðandi þannig að séð og nú hef ég náttúrulega unnið með mataræði með ótrúlega mörgum einstaklingum og ég vil það sem að ég reyna að laga á þeim að þá reyni kannski að auka trefjanar, auka grænmetið og draga þá kannski aðeins úr kolvetnaátinu og bæta þá inn meira próteini og ég finn það eins og þegar ég prófaði að fara þannig á þá veganmataræði eða jurtafæði að þegar ég var ekki að fá þetta rosalega magna próteini sem ég innbyrði að það maður ekki taka það fram að ég að innbyrða alltaf 2-2,5 grömm per kíló á próteini sem bara eins og bodybuilder að gera sko. Það er rosalega magn og þegar ég fann að ég var komin langt undir þetta þá fann ég bara að ég var ekki að fá endurheimtuna sem ég var vanur að fá og þá var ég ekki að ráða við þetta æfingarálag þannig að fyrir mér allavega þá er próteini rosalega mikilvægt og ég hef alltaf líka lagt mikla áherslu á fitu þannig að það sem ég geri fyrir svona viku fyrir stóra keppnir eða 5 dögum að þá bara passa ég að borða alltaf í glugganum sem ég er að borða fá alltaf nóg að borða og svo er ég ekkert feimin við það kannski síðustu 2 daga fyrir marathon að leiða mér svolítið að borða jafnvel eitthvað smá sukk eða eitthvað svoleiðis sko. Bara, þá hugsa ég að fylla tankinn það sem kannski allir aðrir að fylla tankinn alla daga alltaf sko, að þá hugsa ég þess að síðust daga að þá er allir lagi þú er að borða rétt og hafa blóðsyngur í góðan en allir lagi að leifa sig kannski aðeins meiri orku inn fara aðeins yfir þitt limit af því að þú ert að fara að laupa hérna og brenna 5.000 stýrtæðningum og þetta allir hefur virkað rosalega vel fyrir mig að ég ætla bara að segja hvað alveg svo er að þetta er máltíð sem ég fæ mjög oft fyrir últrahlaup eða marathon eða fleira að það fæum bara jafnvel pítsu, 4 osta pítsu sem er þá gífuleg orka og borða heila pítsu og yfirleitt smá hjá kærustunni líka sko og svo þess vegna fæ ég mér ísjabili eftirrétt. Nice. Ég passa bara að hafa þetta ekki of nálægt svefninum og þú vilt ekki vakna með kúluna bara í maganum sko þannig að borða þetta kannski 3-4 tími fyrir svefnin og þetta hefur virkað bara alltaf ótrúlega vel fyrir mig. Ég þarf rosalega orku, ég er þungulhlaupari þannig ég þarf að búa mikil orku en pastaréttur kvöldi fyrir laup það myndi ekki virka fyrir mig. Það er bara ekki nóg orka til þess að ég kemist í gegnum þess að 5-6-7 tíma sem ég er að fara í þessi átök. Út af þá of háu hlutfall kolvetnum versus fitu? Já, þú brennir náttúrulega því mikið hraðar en þú brennur hinnu sko. Áhugavert. Það er allavega mín nálgun á þetta. Einmitt. Og hefur virkað ótrúlega vel fyrir mig sko. Já, einmitt, ég fíla það líka, þú ert búin að það er ekki hægt að rífast við þig út af þú ert búin að pröfa þetta sjálfur og þú ert bara að segja það sem virkar fyrir þig. Já, svolítið sko. En út af þú ert að kíkja á mataræði hjá öðru fólki, hvað svona, þú veist, með grunna nú að þú fengið til þig nokkrar sem að bara vilja losna við líkamsfitu og bara vilja grenna sig. Og þú ert að tala að þú tekur þá aðeins niður kolvetnin hjá þeim og bætir inn trefjum, grænmeti og þess að þar eða eitthvað prótínið, en út frá aftur þessu kaloríur inn, kaloríur út sjónarhorni, þá hefði örugglega verið rökréttast að taka fituna niður, út af að gramma af fitu er 9 kaloríur á meðan gramma af prótín og kolvetnum er 4. En þú ert kannski ekki að vinna með það? Ég vil mikið meira einblína ef að líkaminn fær það sem hann á að fá í réttum hlutöldum og fá réttum næringar
hluturinn í líkamann að þá verður vinnslan hjá honum mikið betri. Þannig að ef þú ert alltaf að borða ómikið af kolvetnum, eins og ég segi, þá er kolvetnatankur hér alltaf fullur, þá er blóðsykurinn alltaf upp og niður, þá er insúlinnæmi hér alltaf slæmt. Leðu þú ferð að laga þetta með réttu mataræði, fá meiri trefjar, þá vil ég meina að þó að kannski kalóriufjöldi sé svipaður, að þá fer líkaminn klárlega að vinna mikið betur. Þannig að ég horf alltaf fram í tíman, ég er ekki að horfa að heyrðu, ætlum að ná þessu hérna innan mánuði. Ég er að fara hérna, ég er að fara til Spánar eftir 2 mánuði. Ég er ekki hjálpaði bara með það, sko. Ég er hjálpaði með næstu 50 árin, sko. Já, þannig að þú vilt meina að líkaminn bara starfi betur á þessu mataræði. Já, annars væri ég akveitur í dag með hitnæringarfjöldan, skilur. Já, síðan er það líka pæling, út af nú ert þú með gríðarlegan sjálfsaga og þekkingu á þessu og ert bara tilbúin til þess að gera hvað sem er til þess að gera allavega hellingarhlutum til þess að ná árangri í því sem úr það að taka fyrir hendur. Viltu, af hverju ertu ekki 1% fita? Síðast þegar ég mældi var ég 6,5% fita. Já. Og það var bara alltaf lágt. Og er alltaf lágt. Einmitt. Eða mér finnst það. Ég má alls ekki fara að læra það. Ok, en af hverju þá? Sérstaklega í þessum útláðarskorunum, þá viltu bara hafa smá utan að þér. Einmitt, þannig það er upp á bara framistöðuna. Og ég hef, eins og ég segi, ég hef prófað ótrúlega margt í mataræðinu og ég hef farið talsvert læri fitu og þá fór ég bara að lendi því að fá sumaköst og var ekki að ráða væfingar, sko. Ok, þannig að útlitslega... Þó ég ráði vel væfingarnir 6,5% fitu, hvað gerir þú að fara að taka marathon eða að taka 70 km úrþállöp? Að þú ert klárlega að vinna svolítið betur ef þú hefur örlítið meira utan að þér. Ég er ekki að segja að þú eru að vera tjöppi eða eitthvað svoleiðis, en 6,5% fita, þá ertu svolítið köttaður, sko. Já. Þannig að það er ekkit endilega að hjálpa þér að vera mikið læri, þú ert ekki að hugsa fitnesskefni, sko. Nei, nákvæmlega. Það er meitt kannski svona svolítið error í þessu, sko, að því minni fita á magasvæðinu þýðir ekkit endilega betri árangur í næsta hlaupi eða næsta áskorun, sko. Alls ekki, sko. Og ég heldur eins og bara maður horfur á crossfittarna, það er alveg margir sem eru með smá utan á sem hægt er að klípa í, en þetta er samt, sko, fólk sem er að æfa 3 á dag og er með allt annað á lá, sko. En það er bara ásettur ráði sem er að hafa eitthvað utan á sér. Ég get komið tíðin á morgun þar sem að ég drekka rosalega mikið af vatni og innbyrði svolítið að salt og ég verið slíkuð bara að vera hálf tjöppi og svo slepp ég að drekka vatn næstu 3 dagan og kyntíðin og ég er orðin köttar. Fólk verður líka svolítið að átta sig á því að þetta snýst ekki bara að þú líti út eins og hérna þessi sundlega maður, skilur. Að ef þú ert að borða mikið af salti sem það er hérna saltkjöt og baunir í matinn hjá þér, að þá bara einfallega færðu svolítið bjóð líkamann og lítur ekki eins út eins og þú ert búin að kannski að drekka alltaf lítið af vatni við daginn og taka 2 æfingar, sko. Þannig að þetta getur verið rosalega fljótt og þetta ekki bara að horfa á þenn að holdafærið sem þú sér henni í speglinn hjá þér, sko. Nei. Frekar að horfa bara að þess að heilda mynd og hvað virkar fyrir þig. Nákvæmlega. Þó að ég sé með sixpack og vel skorinn og allt það, þá er það aldrei verið fókus hjá mér. Nei. Það er bara eitthvað sem fylgir hinu sem ég er að gera, sko. Já, einmitt. Hvaða aðrar áherslur ertu með fyrir utan æfingar og næringu sem þú reynir að yrka til þess að vera betri íþróttamaður? Númer 1 og 3 sem allt og margir flaska á og allir er að byrja á. Þannig að bara segja svefn. Ef þeir eru ekki að vera að gera það, þá er það ekki að nála þetta. Það er svefni. Já, einmitt. Það er bara svolítið. Það er ekki margir sem hafa tíma til að kannski lesa mikið á bókum í dag. Hlustið á podcastið með Joe Rogan og Matthew Walker og Why We Sleep. Það er bara það stiklar á stóru, segir hvað gerist þegar þú ert ekki. Ég sjálf með bókina heima og þetta er magnað sem kemur hann að fara. Þetta er sko, já, náttúrulega það verða allir að hlusta. Ég eiginlega mæli smá frekar með þessu podcasti heldur en bókinu. Bókin er alveg smá þung. Já, hún er tæknileg, sko. Ég er alveg sammála því, sko. Hann er alveg að fara í fræðilega hlutan á þessu. Já. En í podcastinu, þá er hann svona svolítið að koma með bara skemmtilegu fun factin. Og bara staðreyndir, bara búm. Já, reyndar ekkert voðalega skemmtilegu fun fact þarna. En jú, ef þú leifir þér að ná réttum svefni, þá er þetta mjög skemmtilegt. En hann er einmitt bara með sjokkerandi staðreyndir hvað oflítill svefn getur gert. Ertu búin að vera að flaska á þessu? Ég var algjörlega hinn með þetta bara fyrir svona 7-8 árum. Því ég var byrjaði í bootcamp á Skaganum og þá var ég að sofa svona 5-6 tíma nóttin alltaf. Ég var náttúrulega alltaf þreyttur fyrir háti, ég var alltaf þreyttur eftir háti og var ofta að leggja mig í daginn, mér sé stundu 2 í daginn og sjálfsögðu var ég ekki að jafna mig, ég ætti að vera jafna mig og svo bara munurinn í dag. Í dag reyni ég að sofa. Ég er þetta með 6 mánuða stelpa heima fyrir, þannig að það getur verið erfitt alltaf 8 tíma svefni en ég næ samt að sofa ótrúlega vel, sko, og ég reyni að sofa aldrei minna en 7,5 tíma. Nei. Svona 7 til 8 tímar
7 of lítið og það eru margir sem halda bara að ég sef 6 tíma, ég sef 6,5 tíma, ég fín. Nei, þú ert ekkert fín sko. Þú ert ekkert öðruvísi en hinn sko. Einmitt. Og síðan kemur svona í ljós, þú veist, já ég fín en þú veist, ég fæ alveg flensu 2 ára ári og hérna, ég eitthvað frekar tæpur þarna og eitthvað, minnið eitthvað að byrja að hrjá mig. Það bara svefni, það ótrúlegt hvað hann hefur ótrúlega áhrif á þig sko. Já, þannig að þú leggur alltaf upp með minimum 7,5. Og ef ég sef 6 tíma, þá sleppi ég bara einhver. Já, ok. Þú veist, ég er komið þangað sko. Það er svoleiðis. Já, það er bara eins og hann segir, skilur, ég finna mér sér bara, þú veist, ef ég fer á æfingu og ég er mjög þreyttur út af ekki nægum svefni, oft er maður líkamlega þreyttur en þú veist, það er alltaf lægi stundum að æfa þreyttur, það er mikilvægt líka í ferlinu sko, en það bara, þá er ég ekki að fá það út af æfingunni sem ég vil vera að fá sko. Nei, ég man alveg eftir ég var í menntaskóla, þegar ég var orðin obsessed af crossfitinu, að þá ætlaði maður sko að taka 2 æfingur á dag og þá var maður vakna fyrir skóla, mættur upp í CrossFit Reykjavík klukkan 6 morgun, æfði og síðan var bara að sofa fram á borðið fyrstu 2 tímana í skólanum út af því maður var bara, veist, gjörsamlega sigraður sko. Og ég var nákvæmlega samanstað, ég var að taka 2 æfingar á dag, ég var sofandi yfirleitt undir 6 tíma á dag, ég var bara, þú veist, ef þú heldur svona áfram, þarf ekki meina svona 34 vikur, kannski 2 mánuði, þá ertu bara komin í ofþjálfun. Já. Og ég myndi segja að þetta er eitthvað sem ættir að horfa mikið meira á hvað var ofþjálfun og keyra yfir sig álagi heldur en að vera ævendilega 2 ára á dag. Ég æfa 2 ára á dag og ég geti bætt við 3 æfingunum bara góður sko. Já, það er að því ég sef nóg, ég er að borða vel og og það er gott jafnvægi í mínu lífi skilur. En ef þú ert að sofa lítið þá ertu bara að eyðileggja allt hitt. Þá er dagurinn bara allt annað hjá þér. Einmitt. Og hann er bara líka eins og punkturinn sem hann nefnir með hversu erfitt það er fyrir því að standast fristingar hvað mat var þar sko. Já. Bara ímyndað er bara ég finn það bara sjálfur sko. Ef ég sef 6 tíma þá bara, þú veist, mikið meir líkur ég að fara í eitthvað sukk eða einhverju drullu sko. Já, nákvæmlega. Og þarna Evert Víglund svolítið mitt meina sko að fyrst kemur svefnin, síðan næring og hreyfing og allt þetta. Það væri bara fundamental í þessu, grunnurinn að þessu. Þó það með ekki segja þetta, en þú veist, ef þú hefur færi á því að ná nægum svefni og vilt ná hámarksárangri og ert ekki að gera það, þá ertu bara einfaldlega bara líka við heimskurskilur. Það er bara Já, nákvæmlega, og ég meina við erum ekkert bara að tala um íþróttir eða hreyfingu þetta er bara ferðinni líka. Allt eitt lífi, hvernig þú ert að performance í vinnu og fleira sko. Einmitt. Þú ert líka svolítið ísbaðs iðkandi. Ég sé það á Strava, þú ert einu maðurinn sem lætur ísbaðið þetta á Strava. Mér finnst mjög gaman að fylgjast með púlsunni hjá mér og ég reynir bara að fylgjast með eins mörgum þáttum og ég get sko. Já, ok, þú ert að mæla púlsinn. Ok, af hverju? Því að það er þú talað það að ef þú sérst að vaknar og púlsinn hjá þér er hærri en 10 slögum heldur en púlsinn þú ert sérst sofandi og þú veist að þú liggur bara í rúminu og vaknar og sér að púlsinn hjá þér er að fara hærri en 10 slögu upp að þá ættir hún ekki að taka æfingu. Og ég sé það að ef ég er búin að keppa mikið og er mjög þreyttur og fyrir ísbað að þá púlsinn hjá mér, ég er náttúrulega bara nýlega að byrja að gera þetta sko, þú veist með púlsinn þá kannski er hann í svona 80-70 slög. Ef ég er í toppmálum og þú veist ekki búin að vera að keppa mikið og sofa vel, þá púlsinn er að fara í svona 44 í ísbaðinu. Í ísbaðinu? Já. Það er náttúrulega, þú ert að vera í ísbað, þá átt ekki að vera á hreyfingu og vera á fullu. Bara, ég stilli úr það á jóga þegar ég er í ísbað, þetta er bara mitt jóga. Þarna bara setja ég kannski einhverja góða tónlist á, bara loka augunum og þarna bara er ég bara í mínum heimi sko. Svona brút. Hvað ertu lengi onni? Ég byrjaði í rauninni og það er kannski annað góða punktur að þetta snýst ekki að vera sér lengst onni. Þetta snýst að fá í rauninni, þú ert að fá líka maður kaldan, þú ert aldrei að fara yfir þegar þú sért að fá einhvern skjálta eða eitthvað svoleiðis. Ef þú ert komin í það stig að þá ertu mikið lengur að ná þér eftir ísbað og þá ertu rauninni frekar að fá, þá ertu svo lengi að jafna því að þú ert náttúrulega líka að jafna eftir æfinguna að þá ertu rauninni bara að tapa á þessu. Já, þú ert bara að stressa líka mann aukalega og óþarflega. Bara auka stress í rauninni. Ég byrjaði svona 2-3 mínútur, í dag er ég fann að fara upp í svona 67 mínútur og það er eins og þess að 2-3 mínútur í byrjun. Nefnitt. Þannig að líkaminn hann, eins og segja, aðlögunarhæfni hans er gífurleg. Ok, og eitt aftur með þetta, þú sem sagt, þegar þú ert að tala um að sérð að púlsiðin er hærri þegar þú vaknar heldur en þegar þú varst sofandi. Þú ert þá væntanlega að tala um að þú ert að horfa á þetta á Garmin-úrinu, eða ekki? Jú. Út af þeir sínaði svona last 4 hours. Já. Þú sér bara meðar púlsinn. Náttúrulega þegar þú ert í djúpum svefni þá fer hann ennþá að læra. Já. En bara svona næst því sem þú vaknar og ef hann hækkar rosalega mikið bara leið og liggur bara í rúminu og horfir úr í hjá þér, ef þú ert ekki byrjað að hamast eitthvað sko, að þá á hann ekkert að vera rjúka upp öllu valdi hjá þér sko.
Ok, og sérðu þú þarna hvort þú sérst að stefna í ofþjálfunar ástand eða... Það eru margir sem að tengja þetta við það, en ég hef reyndar ekki verið að grúska mjög mikið í þessum efnum, ég bara fæst það mjög áhugaverð pæling, þannig ég hef aðeins verið að fylgjast með þessu svona undanferði, sko. Svo kannski þetta, mismunandi mitt einstaklinga, maður veit það ekki, sko. En þetta allavega það er sem talaði þetta, ef að bara púlsinn var komin 10 slögum að herra yfir svona það sem þú var næst þegar þú vaknaðir, þá ættir ekki að vera að fara út, sko. En svo er þetta náttúrulega kannski allt öðruvísi fyrir mann sem er í topp ástandi eða mann sem hreyfis aldrei, sko. Já. En já, það er ekki alveg hægt að segja bara að þetta er svona, sko. Nei. En þú ert pró ísböð, þú vilt meina að þetta hafi jákvæð áhrif? Sko, ísböð eru mjög, já, það eru mjög skipta skoðin á hversu góð þau eru fyrir. Nefnilega, sko. Það er rosalega skipta skoðinir. En það sem ég dreg á ísböðum er að þetta lætur mér líða mikið betur. Ég er kannski annar punktur sem gott að kæmina, ég er rosalega heitfengur. Ég er stundum að fara í ísbað klukkan 9:30 á kvöldin og ég fer yfirleitt að sofa 10:00. Þannig ég vil fara að sofa bara með svolítið kaldan líkama, því miður þá hef ég ekki það frelsi að geta sofið í kvöldu herbyggið og það er lítið stelpa sem sefur líka inn í herbygginu hjá okkur. Og stór stelpa náttúrulega líka sem vill ráða þessu meira en ég, sko. Pappið bara sendur í ísbað? Já, ég ger þetta sjálfur, skilur. Þetta bara, ég sofna mikið betur, sé mikið betur, sko. Já, þú ert bara að henda þér í þetta rétt fyrir svefnin? Yfirleitt ger ég þetta fyrir kvöldmalt, sérstaklega ég tek æfingu, þá skelli ég mér alltaf og svo borða ég eftir það. En ég fann að gera oftar að fara bara þessina 9:30 á kvöldin, sko. Kekið. Og ég mun ábyggilega gera það bara núna þegar ég kem heim, sko. Sérstaklega því ég fekk mig kaffi og svona, sko. Það er ná líka mann líka sitta niður. En hvernig er þetta með næstu, þú varst náttúrulega að klára núna heimsmeistaramótið í fjallahlaupum. Í utanvegarhlaupum, en þetta er svona svolítið það sama, fjallahlaupum, utanvegarhlaupum. Ok, og getur aðeins sagt mér frá hvar þetta var og líka aðdragindin var ekkert lítill, þú varst að klára Transvolcania rétt fyrir, og bara getur að gefa okkur smá innsýn inn í hvernig keppnistímabilið er búið að líta út núna undanfarna daga. Já, ég veit ekki hvort það sé myndina sem ég sett í morgun, en þá svona var ég aðeins að fara yfir keppni hjá mér. Já. Og sérst núna á innan við 2 mánuðum, þá sérst ég byrjaði, fyrir svona tæpum 2 mánuð síðan, þá hljóp ég marathon í götumarathoni. 2 vikum eftir að fór í Transvolcania, sem var 74 km laup með 4400 metra hækkun. Viku eftir það tók ég 10 km götuhlaup. Svo fór ég í Mýrdalslaupið sem var 23 km með 1000 metra hækkun. Svo fór ég aftur í 10 km götuhlaup, keppnislaup, og svo fór ég núna í heimsmeistaramóti í utanvegarhlaupum sem var 44 km með 2200 metra hækkun. Sko þessi hækkun villir oft til hjá fólki, en bara svona til þess að gefa einhver einsýn þá er ESN 650 metrar. Eins og þetta Transvolcania var náttúrulega langstærsta hlaupið á þessum öllum, en þá er eins og þetta að fara þá upp hér bil 8 sinnum upp á steini, sko. Já, pluss 77 kilometra á hlaupum, og þetta byrjaði sem 1950 metra hækkun í byrjun og svo endaði þetta með 2400 metra lækkun á 20 kilometrum sem er rosalegt, sko. Er það svona erfitt? Já, þú ert búin að hlaupa 51 km með 3950 metra hækkun og þarft að fara niður 2400 metra hækkun á 20 km og orðin þetta þreyttur, og þannig var svona 30 hitti líka, að þá tekur það ansi mikið úr þér, og það er það sem tekur mest úr þér í fjallalöpunum, það er að vera stoppað af í hlaupunum. Ok. Þannig ég fæ til dæmis ef ég fer í 35 km fjallalöp sem er svona bara upp og niður og kannski nokkuð svona þægilegt, að ég er að fá mikið meiri hasperur ef ég fer 3 esjuferðir sem eru kannski bara 25 km heldur þess að 35-40 km í þægilegu undirlegi, upp og niður. Já. Þegar þú bremsar svona mikið af, þá ertu að reyna að brjóta svo mikið niður vöðuna, sko. En eins og þarna, nú er þetta mjög svolítið strangt prógram hjá þér, mikið af keppnum, og ég meina í keppnum þú ert ekki að taka rólega ræfingar þarna. Nei. Hvernig hefðaru tímabilinu? Ertu að gera þig kláran fyrir hvert og eitt reis, eða ertu að taka þig svolítið eins og Spartan-reisinu hérna árið? Eins og ég vil orða þetta, að ég vil meina að ég sé alltaf í standi. Ég vil bara vera alltaf í standi. Ég finn það auðvitað finn ég það núna að þú veist, ég er alveg þreyttur, sko. Þú veist, ég er alveg smámannlegur, sko. Þú veist, ég vaknaði þennan morgunin og ætlaði að fara ræfingu, bara nei, ég er ekkert að fara ræfingu, ég er ekkert að græða þessu ræfingu, sko. En það er eitthvað sem fólk þarf líka að vera svolítið meðvitað um. Þú sett að fara til prógrami 5 daga vikunar, ef þú ert búin eftir 4 daga, þá bara ert ekki að fara ræfingu, skilju. Þú veist, þó að þjálfarinn segir annað, þá þarf þú líka að vita svolítið, sko. En þarna klárar eins og Transvolcania sem er þetta rosalega hlaup, 77 kilometrar, og síðan ertu bara nokkrum vikum setna mættur í heimsmeistaramótið í utanvegarhlaupum. Já. Alveg góður líkamannum með það?
Já, ótrúlega góður í því. Ég náttúrulega byrjaði þriðji maður í Íslendingum, endaði fyrstur hana og það var bara því útferðið hlaupi rosalega vel. Já. Það voru sem sagt 5 drykkjastöðuleiðinni og í hverri drykkjastöð að taka fram úr svona 5-6 manns. Þannig ég að klífa mér upp sæti í gegnum all hlaupið. En líka eina ástæðinu sem ég að standa mér svona vel, sem að þarf líka að taka inn í myndina og ég alltaf að segja fólki, að ég var svo rosalega vel undir búin. Svo lengi sem þú ert ekki ofþreyttur og bara eins og ég sagði þannig að ég náði mínu besta tíma í marathoni 6 vikum eftir Reykjavík-marathon, þá þetta líka minn var bara í toppstandi til að performa þessa vegalind allan tíman, en samt ekki ofþreyttur en ég. Vissulega var ég hefði alveg getað verið aðeins ferskari sko. Já. Ég náttúrulega tók hana Transvulcania, hefði það verið 50 km það hefði verið 74 og með munni hækkun að þá hefði verið ábyggilega örlítið ferskari fótónu sko. Já. En samt einhvern veginn þá bara fannst mér þessi vegalind ekkert mál af því að ég búið með þannig 74 km með 4400 metra hækkun fyrir í 44 km með 2200 metra hækkun að, þetta það sem að rauninni últrahlaupin kenna þær að gera þú gast þetta fyrir létt með þetta sko. En samt verður að passa að ekki vanmeta ég gerði þetta einmitt þegar ég keppt í heimsmeistaramótinu í fyrra að það sem skiptist á að vera langt og stutt hlaup þannig í fyrra var hlaupið 88 km með 5000 metra hækkun sem er svona önnur stærsta áskorun sem ég tekið mér fyrir hendur fyrir utan Spartanhlaupið að þá sérst fór ég 54 km hlaup sem heitir Scenic Trail Swiss virkilega flott hlaup og þá hugsaði bara ég var hérna 88 maður, ég ætla bara að hamra þetta 54 km hlaup sko. Og ég fór upp og rosalega hækkun í byrjun og ætlaði svoleiðis bara að keyra í gegnum þetta maður ég lendi bara á rosalega veg sko. Bara í 40 km var ég bara slefandi að þreytu sko. Gjörsamlega búinn þannig að þú verður að passa samt að þó þú sér búin að gera þetta og því ekki bara að þú getur sigrað allan heiminn sko, og þannig læri ég þú verður að meðvita hver er hækkunni, hvað er drykkjastöðunar og það er skemmtilega þessu últrahlaup og það er svo margt sem þú ert að huga sko. Já, einmitt núna bara, það er drykkjastöðina það var drykkjastöð í 16 km svo var drykkjastöð næst í 29 km og það var mikil hækkun á milli, þannig ég vissi ég verða að passa svolítið vökunarleiðinni og passa næringuna og það ef ég klárað vökunni í 20 km og 9 km í drykkjastöðina þá bara hefði ég verið búinn þar sko. Já, þannig að verður að útfæra þetta hárrétt. Hvernig er svona andlega hliðin af þessum hlaupum út af að tala þetta að últrahlaupin kenna svolítið þetta hversu ert megnugur svona í eins og Spartan-reisinu sem hljómar örgulega andlega erfiðasta hlaupið af þessu út af þetta er alltaf hringir með þarna hvað 11 km hring 11,5 km hringur og það er að taka hann aftur og aftur í 21 tíma hvernig horfðu þú andlega þáttinn af þessu fyrst erum búin að fara ítalega í líkamlega þáttinn sko eins og ég segi alltaf þú verður að vera svolítið létt geggjaður í hausnum sko. Þannig að ég vil horfa á þetta þannig að þú ert virkilega fann að finna til þá fyrst verður virkilega gaman sko. það er hljóma klikkað sko. En bara ef þú horfur á þetta svona ef þú horfur ég er svo þreyttur maður, nú er alveg búin, ég geti þetta ekki hvernig heldur ég þetta er ganga skilur þá bara einfallega getur þetta ekki sko. Ég veit ekki hvort að þú sást einhverja klippur af mér í Spartanhlaupinu en ég var að kærastan var að taka mig upp á Snapchat og eitt skipti sem ég var að fara út eftir 67 km það var bara eins og væri búið að berja mig og ég væri bara fótbrotinn annar fót sko. Ég haltraði út úr húsinu og á leiðinni í minn 7. hring af 10 sko. Og hefði fólk séð mig það bara kottikall minn hættu þessu bara, þetta er bara rugl sko. Þannig þú þarft að vera svolítið nöttaður í hausnum sko. Og hvað rennur í gegnum hausinu á þessum tímapunkti? Þá bara ferði að hugsa mitt hversu langt þú ert komin þannig að væri komin í 4. sæti ég ætla að ná pallina sko. Ég er ekki að fara að stoppa núna sko. Ég ætla bara að sína þessu fólki hver ég er og hvað ég get sko. Þetta er það sem þú ætti að hugsa þú ert svona hlaupi og ert í svona keppnum bara mér er illt hérna og mér er illt þarna þú ert allir ekki í fótbrotni þess að bara þau voru að tala um David Goggins hann kláraði 100 mínar hlaup og hann fótbrotnaði bara miður hlaup og hann kláraði hlaupi hver er ég að væli sko. Og svo í Spartanbrautinni sem veitti mér nú ansið góðan innblæstur og orkubúst það var þannig sem að var fótalaus hann fór held ég 2-3 hringi fótalaus hver er ég vælt yfir ég var stífur í fótunum ég er alltaf meðfóta hérna skilur og svo það skemmtilega sem kom út úr því að því ég kom inn 80-90 km í brautinni að þá fór þreytan að líða úr fótunum og þá fór ég að hlaupa hraðar og líða betur sko. Þannig að nú er ég mjög spenntur einhvern tímann ætla ég að fyrir 100 mínar hlaup það er bara svona eitt sem ég ætla að geta hakað því sko. Þannig ég er mjög spenntur að sjá hvað gerir svona komin 100 og upp úr því sko. Já, hvernig líkaminn breytir boðefnunum bara hvort að þetta
verði bara ömulegt og síðan klikkar Já, eitthvað og það verði geggjað. þannig að þú veist var þetta bara, heyrðu, þetta var að vera betra, ég er ekki séð að það hafi verið eitthvað geggjað sko. Ég hef átt betri stundir sko. En þannig fór mér að líða allavega betur sem að bara, heyrðu, hvað er í gangi hérna maður? Ok, Og eflaust líka náttúrulega, þú ert komið þetta langt, þú ert komin í 3. sæti, þetta náttúrulega kveikir í þér sko. Lætur langar að fara lengra sko. En þú líka, þetta er ekkert bara í keppnum, þú ert að æfa einn út í skúr hjá þér á hverjum einasta degi. Já. Og stundum nokkur sinnum á dag. Og það er kannski eitthvað sem má ekki gleyma að núna er ég svona ágætlega stór á snappinu og er mikið á Instagram líka og það er bara, þú veist, ég er að fá skilaboð líka og annað hvern dag bara, er frábært að fylgjast með þér en ég fór bara út að hlaupa, bara út að þér skilur og þú veist, ég er að fá mikið af þessu og þetta náttúrulega lætur mig halda áfram sko. Já, einmitt. Fólk horfir upp til mín og það finnst frábært hvað er að gera sko. Og það lætur mig vanda mig enda meira sko. Já, algjörlega. Þú veist, ég fer mikið síður hérna að keyra mig yfir álægi og lendi í einhverju ofþjálfun og eitthvað svoleiðis, það er að fara inn að 1000 eða 1500 manns að fara að sjá þetta bara skilur. Já, einmitt. Þannig ég verði að vera svolítið heill í hausnum og samt sína svona hvað ég manni býr sko. Já. Ég vil vera þessi hvati sko. Einmitt, og þú ert að sína svolítið frá þessum æfingum og náttúrulega einmitt þekktur líka fyrir það að vera að sína frá hlaupunum, snappa frá hlaupunum bara meðan þú ert í einhverju 50 km reysi eða hvað sem það nú er, eða heimsmeistaramóti núna síðastum daginn. Já. Sem er eitthvað óþólandi ef það er eitthvað gæi að taka upp Snapchat og taka upp fram úr þér í svona hlaupi. Það er gaman að sjá svipir og fólki því ég er að gera það sko. Ertu alltaf bara með þá reglu og tekur síman með þér og hérna, þú bara mynd sína frá í svona hlaupum er sími skildubúnaður. Þannig ég er eitthvað sem er alltaf með síma sko. En það er bara ekki margir sem eru með hann á lofti sko. Já, ok. Þú verður að hafa síma, þú veist, ef þú lendir einhvers staðar og dettur niður einhvers staðar í skóginu skilur og engi sér því, þá verður að geta hringt eða eitthvað svoleiðis sko. Er það þannig í Laugaveginum líka? Ég held það örugglega sé skildubúnaður í dag sko. Ok. En Snapchat er ekki skildubúnaður? Nei, það er sent skildubúnaður sko. Ok, en já, það er hérna, þú ert alltaf að sína frá þessu og ert búin að byggja upp svona smá base og síðan ertu núna að þjálfa fólk líka bara í, sko, ertu að þjálfa í hlaupum eða ertu að þjálfa bara almenn bara reyningu? Ég raunir bara að svipa og ég er að gera. Ég er að taka spretti, ég er að vinna með ketibillur, handlóð, róðravél, ég raunir bara að blanda þessu saman sko. Og hvað, þú prógramar fyrir sjálfa þig? Já, og líka allt þetta fólk? Já. Hverjir eru svona lykilþættirnir í góðu æfingaplani? Ertu þarna líka svona að reyna út af því þú talar svo mikið út frá þín eigin reynslu og finna sjálfur hvaða álag er of mikið og hvað er of lítið þannig séð, er ekki svolítið erfið að finna þann balans þegar þú ert að búa til prógram fyrir eitthvað annan? Ég hef náttúrulega verið með fjárþjálfun í svolítið tíma núna, þannig ég fann að læra og var tók bootcamp-réttindi á Akranesi, þannig ég hef unnið mikið með fólki í þjálfun og á alls konar getustíð, þannig að það náttúrulega bara, eins og ég segi, bestu einkaþjálfarar í dag er ekki þeir sem útskrifast frá Keili með topp einkunn sko. Það er þeir sem hafa verið lengst í bransan sko. Og það er meira þess að einkaþjálfarar í dag sem er ekki með réttindi sem ég telur bestu einkaþjálfarar í dag sko. Þeir eru búin að hafa 20-25 ára reynslu í þessu sko. Þannig að það er það sem og það er einmitt það sem ég er að gera með öllum æfingum. Ég er alltaf að prófa mismunandi æfingar, ég er alltaf að prófa að taka þennan reppafjölda, þannig ég veit svolítið vel hvernig þetta virkar. Þú veist, ég get tekið æfingu í dag morgun sem ég stilli mér upp, kannski 5 umferðið þessu og ég veit að ég er sannlegust á milli 22-23 myndir þessu. Já, og það er kannski passar bara, skilur. Þú er búin að gera það oft. Já, þannig þetta, þú veist, þannig lærir að vera virkilega góð þjálfari, sko. En svo náttúrulega færið fólk til þín, þessi hérna hleypur kannski 5 km 20 mínútur, þessi hleypur 5 km 35 mínútum og hann lyftir hérna rosalegri þyngd og hún lyftir ekki neinni þyngd, sko. Þá er þetta að útfæra æfingar sem að þessi getur bara nota þessa þyngd, skilur, og þessi nota þessa og allir vilja fá sitt úr æfingunum líka, sko. Þannig að ef þú ert að vinna með róðravél 20 kalórir róðravél tekur bara sprett, þessi verður bara sínurraða og hinn fyrir sínurraða sko. Og samt verður þetta fitt allt saman, þannig að þú vilt ekki að þessi klári hérna 5 mínútum undan og býði bara meðan þessi er að gera eitthvað. Þannig að það er svo margt sem spilar inn í þetta sem að þú bara læri með reynslunni sko. Já, einmitt. Hefur þú þurft að svona hugsa, bara endurhugsa út af því þú talaður um í byrjun að hreyfingin væri svona þitt meðal og að þú bara verður að fá það. En ertu svona hugsaður stundu bara að djöðlir eða miklum tími í þetta maður? Þú myndir ekki trúið eitthvað eða litlum tími í þetta. Nú að það? Það er svolítið svoleiðis sko. Hvað, maður sér kannski bara svona mikið af þessu. Já, það sko, ég horfi stundum á Snapchat og ég er bara, maður, ég er bara þreyttur sjálfur að horfa á þetta sko. Já, ok. Þú veist, þetta getur platið svolítið, ef þú ferð í ræktina og tekur hérna, þú veist, 8 æfingar og 3 umferðir hver æfingu og myndir taka hver einsta æfingu og horfa svo á það, þá er það bara, þú veist, þú ert bara wow, gera svona mikið skilur. Já, en líka svona consistently, þetta er á hverjum einasta degi. Já. En fólk líka bara, ef ég sleppi æfingu 2 daga, bara, heyrðu, er ekki allir lægi? Fólk hættur sér bara veikur eða eitthvað, sko. Þannig að, þú veist, það er alveg gaman að, já, þú veist, ég er að íta fólki áfram og hvetja þetta að gera betur og
svo náttúrulega í sportvörum þá náttúrulega allir búnaðurinn í bílskurinn hjá mér kemur frá sportvörum og ég að vinna þar sem kynningar og markaðsfulltrúi. Þannig að þetta náttúrulega frábært bara líka fyrir okkar kunnahóp þar skilur. Ég hlaupari, við nýbyrja að selja hlaupaskóðar, þannig að við erum alltaf að færa eitthvað meir inn á hlaupmarkaðin, þannig að það sem ég að gera í mínu einkalífi það tengist rosalega mikið inn á minn starf líka sko. Já, þetta bara þitt líf í rauninni. Og það er náttúrulega, ég að hitta rosalega mikið af fólki sem bara já, ég fylgist mér á Snapchat og svo kannski spjöllum við 30-40 mínútur í búðinni. Já, nákvæmlega. Það er bara virkilega gaman sko. En með svona annan þátt í endurheimtinni á fyrirlesturum sem þú varst með daginn þá kallaði einhver fram að þú kemist í splitt. Já. Er það líka áhersla hjá þér eða? Teygja og hreyfanleiki og allt svo leys? Eftir að þetta skeiði hjá mér í bakinu ég fekk þann útbungun og ég var teipaður og fór svo helt áfram og lenda á vegg og lenda aftur á vegg að þá fann ég það að því liður sem ég var að því betur leið mér í bakinu. Og sérstaklega þegar ég fór að teygja á hamstring eða fara í splitt að þá bara fann ég að spenna losnaði bara í bakinu á mér. Ég fór til Einar Karl sem er með Momentum Improvement Primal Iceland í dag. Hann er mikill snillingur í þessu og hann kendi mér nokkra teygjur sem hafa hjálpað mig gífurlega mikið og ég notaði nánast á hverjum einasta degi og ég fann bara að því meiri áslöð sem ég lagði á liðleika að því raunir betur leiðum bara. Og það bara tengið saman liðleiki, árangur í hreyfingu, líður betur. Það er bara no-brainer skilur, þá þarfst að huga þessu. Og þú sér það bara eins og allir crossfitar gerir í dag, það eyða líka jafn miklu tíma í teygjur og í æfingunni sjálfa. En það er bara veist að þú ert að vinna 8 til jafnvel 9 tíma á dag og svo fjárþjálfun og þá getur þú erfitt að finna tíma fyrir þetta allt saman og þess vegna horfi ég alltaf að gæða æfinga í staðin fyrir tíma í vinnu. Já, förum aðeins yfir það út af þarna vildi koma sem tegjum að sko út af þú ert með svo marga þætti, þú ert með eins og þú ert tala um styrkin, þú ert með hlaupin, þú ert með ísböðin, þú ert með á sér mataræði þannig að það væntalega eitthvað að mílpreppa sem eru komið með tegjurnar og allt þetta hljómar eins og þú sért bara í atvinnu íþróttamannunum en þú ert alveg mættur eldsnemma í vinnuna og klárar síðan á kvöldin og tekur þá við einhver þjálfun og síðan þarf að æfa sjálfur hvernig þetta prinsip lítið þá að vera bara algjört möst fyrir þig að vera með gæðin frekar heldur en magn á æfingunum. Algjörlega. Sem hlaupar í dag þá ætlum ég ekki að ljúga því að ég er að hlaupa svona meðaltali 30-40 km á viku. Ok, það er mjög lítið. Hefði ég haldið. Já, fyrir mann sem er að hlaupa þetta eins og ég þá er það mjög lítið. Að sjálfsögðu breytast þessa tölu svolítið ef ég er að keppa í marathoni eða eitthvað svolítið skilur þá getur að fara upp í 60-70 en svona meðaltalið er kringu 30-40. Og þetta er rauninni bara, ef ég er að stefna eitthvað stórt keppnislaup og þá einfallega lengi helgarhlaupin fram á hlaupinu. Svo lengi sem að þú passa hlaup ekki of langt of stuttu fyrir hlaupið, þá náttúrulega endur bara of þreyttur sko. Þannig þú ert að vinna þá meira með tempóæfingar? Já, ég vinn mikið með svona sem ég talaði intervallæfingar, til dæmis 5x1000 metra, 3x2000 metra og tek svo kannski bara styrtaræfingar á milli og það er kannski, þannig að taka hlaup og styrk kannski í 30-40 mínútur glugga. Og svo kannski tekið styrtaræfingu senjupartin sem er 21 mínúta. Æfingi þarf ekki að vera alltaf klukkutími sko. Nei. Þannig það sem ég kannski er að taka 2 í rauninni jafnvel 3 æfingar ef þú tekur hlaup og styrtaræfinguna þannig saman sem sé hver æfinguna, kannski taka 3 æfingar á daginn samt bara á 1,5 eða bara 1 klukkutíma kannski. Já, þú náttúrulega sleppur við tíman sem að fyrir það keyra niður á já, og það er náttúrulega spara gífulega líka sætta stöðuna og henda sér inn í klefa og klæða sig. Allir ætti eitthvað heima fyrir til að grípa í. Já, en það er bara máli, eins og með þetta með að styrtaræfing geti verið bara hnébeygjuhopp og alls konar þetta þarf ekki alltaf að vera stöng, rekki, lóð og beygjuprógram og hnéhlifarnar og teygja í 20 mínútur áður og eftir. Nei, ég var rosalega fastuð þar sko, að það var bara að hnébeygju 3 viku, það var backpressa 3 viku, það var réttstæða 3 viku. Ef fólk ætlar að gera allt og alltaf, þá bara keira það yfir sig sko. Já, eða endar að koma engu í framkvæmd. Já, nákvæmlega. En frekar, fókusaði þessi gaman að gera og reynda að vinna þessi veikleikunum og hafa þetta fjölbreytt og skemmtilegt. Ef þú ætlar að gera þetta allt í einu þá verður þetta bara leiðigjant, þú verður of þreyttur og þá bara lendir í burnout í rauninu sko. Einmitt. Hefur þú lendið í eitthvað svoleiðis? Ég hef rauninni aldrei lendið í neini svona alveglegri ofþjálfun en það sem næsta sem ég komið með að því að það bara þegar ég var að sofa alltaf lítið. Ég var í bootcamp og þá bara fann ég að ég var að fara á æfingar þvílíkt búinn á því en ég varð að fara á æfingu sko. Ég varð að lifta hana, tók bootcamp morgun og ég svaf bara 6 tíma, náði að leggja mig kannski í 15 mínútur en ég ætlaði samt að fara á lýsingaræfingu sko. Ég er ekki að vera að sleppa bekknum eða beigjunni sko. Þetta er orðið alltaf rústað og því miður það eru margir ennþá þannig sko.
það verða að fara þessa einhver þau eru búin á því, svo þau eru að vinna þessu kvöldin á innan 5 tíma svefni, við ætlum samt að geta bara aftur á morgun skilur. Og svo eftir mánuð fólk, það eru mjög margir sem eru jafnvel bara að detta úr vinnu í dag sko. Þeir eru keira yfir þessu álag og jafnvel bara endur på sjúkrahúsi sko. Samfélagið í dag að það krefst rosalega mikil sagur. Ef þú þarft að fylgjast með Facebook og þarft að fylgjast með Instagram, kíkja jafnvel á snappið og tímið það, svo þarft að lesa alla miðlana, það er vísið, það er pressan og það er DFF og það er allt þetta, og það er rosalega margt sem þú þarft að gera sko. En þú þarft bara svolítið að velja hvað vilt þú gera. Ég horfi aldrei á fréttir, en ég les fréttablaðið og ég vil aðeins fylgjast hvað er í gangi og svo leiðis og stundum hlusta ég eitthvað útvarpinu. Ég horfi mjög lítið á sjónvarp, eini svona quality tímin hjá mér að það er þegar ég borða kvöldmat. Það var náttúrulega aðalúta þetta skeið fyrir bækina með þá gat ég ekki sitja lengi, þannig að þá alltaf var ég í sófanum minni, þá kannski horfi ég einn þátt meðan ég borða kvöldmat og það er bara svona minn quality time sko. Og það er eitthvað sem allir verða að hafa líka. Það verða að hafa einhver tíma svona svolítið fyrir sig sko. Annar quality time eru þessar 5-6 mínútur í spaðinu hjá mér. Það er bara ég með mér skilur. Og svo náttúrulega þegar ég æfa, það er minn mesti quality time. Það er líka svo mikilvægt að ef þú ert alltaf í stressi og alltaf að gera þetta og vera að gera þetta og gera þetta, þá náttúrulega lendir byrja burnoutið, þú veist ekki æfi ekki neitt sko. Já. Og það er svo margir sem halda bara að eina sem skiptir máli er æfingarálægð. Ef þú ert að æfir of mikið, að þá lendir í ofþjálfun og verður ofþreyttur. Það sem þú gerir við daginn, fyrst mér skipta mikið meira máli heldur en það sem þú gerir bara í salnum hjá þér sko. Hvernig ertu að sofa, hvernig ertu að borða, ertu að vinna mikið, nærðu að hvílast milli æfinga. Þetta skiptir öllu máli. Menn okkur heldur að atvinnumenn í hlaupum og hjólreiðum og fleiru geta æft kannski, bara allt upp í 6-8 tíma á dag. Ragnheiður Sari, ég held að hún sé nú bara oft í 8 klukkutíma. Það er bara þegar hún vinnur við þetta skilur. Og hún vinnur við það að halda sig góðri milli æfinga. Og það er sem fólki líka að gleyma að það sem hún gerir eftir æfinguna, það getur skipt sköpun og öllu máli fyrir næsta æfingu. Það ef þú hugar ekkert að endurheimtunni, það sem ég gera, ég fer í ísbaði, ég notast því compression fatnað. Ég flýg alltaf í compression buxum. Það er ótrúlega margt sem ég geri. Núna eru loftþrýstistível fann að vera svolítið vinsæl og komin á marga stöðar og við vorum að taka inn þetta líka í sportförum og ég prófaði þetta eins, þetta er bara magnastöð sko. Já, allavega það sem ég prófaði, maður er mikið feskari í fótunum, það hinsa mjólkusýruna, ég tala út frá mér, ég fíla þetta ótrúlega mikið og mun klárlega að kaupa mér þetta. Þetta er svona, hvernig lýsum maður? Þetta er bara stígvél sem að ná upp á klof hjá þér og svo eru lofthólf í stígvélunum sem að fyllast á lofti með mismunandi prógramum sem þú velur. Hefði ekki getað orðað þetta betur. Já, og þú svo bara velur hversu mikið þrýsting þú vilt. Já, þetta blæs upp og bara byrjar að þrýsta. Já, bæði nuttar þetta, stoppar og eykur svo blóðflæði, þannig að blóðflæði er svolítið svona skýst áfram, þannig að þetta hjálpar ekki bara fólki sem er í íþróttum, þetta er líka fólk bara sem búið að vinna, standandi vinna allan dag, fólk sem er bjú, þannig að þetta getur gagnast ótrúlega mörgum sko. Já. Ef þú hugar öllum stættum, þú ert að teygja, þú ert að borða rétt, jafnvel fara í ísbað, ég segi ekki að allir þurfa að fara í ísbað samt, en það er svo margt sem ég geri utan æfinga sem að skila mér á þennan stað sem ég er komin í dag. Ef þetta allt helst í hendur, þá nærði alltaf lengra, það er bara svolítið. Og nú þú ert búin að fara svona langt, hvert langaði þá að fara? Hver er svona, búin að setja markið á okkur? Það er góð spurning. Einhver extreme races? Sko, núna var ég náttúrulega að klára heimsmeistaramótið utanvæðhlaupum og framundan hjá mér er Evrópumeistaramótið í Spartan Race sem er svolítið stórkeppni og þar mæti ég einmitt núverandi heimsmeistara í utanvæðhlaupum sem sigraði hlaupið núna síðustu helgi. Já, ok. Og hann heiti John Albon og hann hljópsast klukkutíma hraðar en ég í hlaupinu. Þannig að það er bara... Þetta er alltaf eitthvað svona galið sko. Og þess vegna líka segir, þú ert þetta massa skilur, ef þú tekur þetta að þér, ég er aldrei að fara á honum sko. Ég er aldrei að fara að vera fyrstur og fremstur í heimi. Nei, einmitt. En af hverju ekki vera bara þessi miðalgóði maður sem ert og geta performance að jafnvel bara enda betur í Spartan Race eða í mismunandi keppnum sko. Já, einmitt. En það er semst þetta Evrópumeistaramót sem er 29. júní í Ítalíu og helgin eftir það, þá verð ég bara áfram úti, fer yfir til Frakklands og keppi þar í hérna ultra spartnakefni í Morsín í frönsku Ölpunum sem er svona ein mest kræfandi brautildi sem þú finnur í Spartan Race. Já. Þannig að það er nóg framöndan og helgin eftir það, þá er ég nú skráður í Laugaveginn. Helgin eftir? En ég ætla bara svolítið að sjá svona hvernig ég er. Eins og ég segi, þú verður líka að passa svolítið. Þú mátt ekki bara keyra og ætlast til þess að þú getur endalaust. Sko. Nei, einmitt. Vofir þetta aldrei yfir þér? Ertu aldrei með eitthvað svona, já, þessi helgi þarna, maður, ég þarf að vera í toppstandi fyrir þetta eða þetta? Þá bara slepp ég sér ykkar. Ok. Það er bara svolítið. Ég er bara komið þangað, stundu verður bara að hafa vit fyrir sjálfum þér, sko. Já.
En eins og núna fyrir þig að þú ert að þarna fara að taka eina keppni helgin fyrir Laugaveginn síðan sem gæti haft áhrif á frammistöðuna þina í Laugaveginum sjálfum sem gæti þýtt að þú tekir þátt í Laugaveginum og þú bætir mögulega ekki tíma þinn bara til að setja upp eitthvað worst case scenario sorry, ég ætla ekki að vera að hella þig er Laugavegurinn alls ekki mín stærsta keppni í ár sko. Nei. Í rauninni var svona mín stærsta keppni var Transvulcania sko. Já. Og svona ég lenti þar í hlaupi sem var virkilega krefjandi, þetta oft talað bara sem er unni svona þrek próf hlauparans og þú byrjaði með gífurlegri hækkun hleypur krefjandi þann uppi, fer svo í gífurlega lækkun og svo endar aftur í hækkun sko. Þannig að þetta reynir á allt sem þarf að reyna á og ég get alveg sagt þér að ég var í þannig síðustu 5 kilometrana ég bara labbaði sko. Ég var gjörsamlega búinn og tók þannig 2400 metra lækkun á 20 kilometrum og svo ferði upp 350 metra á einhverju 2 kilometrum sko, sem alveg svolítið bratt og þannig var bara engin orka á það mjög heitt yfir daginn, ég veit ekki það alveg, ég náði ekki að næra minns vel og ég hefði viljað gera og í svona últrahlaupum þá er þetta svolítið meira keppni það hvernig þú nærða að næra þig því ef þú nærði ekki að næra þig nóg þá bara getur þú glimt í og getur hamast í einhverja 10, jafnvel 12 tíma sko. En næra þig nóg, sko, hvað er að tala gelin og svoleiðis, það er bara ekki nóg? Það er góð spurning, hvað er nóg næring þú ert að brenna jafnvel 5-6 stýrteiningum í hlaupi? Já, sem þú ert náttúrulega aldrei að fara innbyrða. Nei, þú getur bara ekki innbyrða það annars ætti bara að stoppa og fá þig kvöldmáltíð skilur og halda svo áfram sko. Það er ekki að vera að gerast en ég svona hef það þumalbyttareglu að kannski fyrir svona hverjar 4 stýrteiningar í hlaupi þarf það að innbyrða allavega 1000 stýrteiningar svona allavega svona 1/4 náttúrulega bestu og nærðin 1/3 af því sem þú ert að brenna en það getur verið svolítið erfitt en þú ert að ná svona 1/4 jafnvel 1/5 fyrir líka náttúrulega eftir hita og fleira að þá ertu jafnvel að komast í genum þetta nokkuð vel og í heimsmeistaramótinu þá var ég að í 4,5 tíma og þá innbyrði ég 7 gel og drakk 3 lítra af vatni en þá var ég að hlaupa líka mjög hratt ég vildi ekki eyða neinu tíma þannig ég bara fyllt á brúsana og svo bara helt ég áfram. En 7 gel, það er kringum 100 kaloríur gelið eða? Já, og ég tók reyndar eina gufvöflu líka þannig að með orkudrykk og gel þá var ég að fara í svona 1200 hittæningar. Það er nú ekki mikið. Og þú veist þetta var svona 4.000 hittæningar í hlaupinu sko, þannig að það sleppar alveg til allavega fyrir mig sko. Þú varst alltaf að vinna með flatt kók eða ekki? Jú, það getur komið sér mjög sterkt og ég prófaði það fyrst í rauninni þegar ég keppti að kókið væri heilsuvara sko. það er einu skipt sem ég leið með kók, það er úrtalöfin en það er náttúrulega kók þú veist, í hálfum lítra kók eru 24 sigumólar þannig að fólk þarf að vera svolítið meðvitað það eða skell í sig 1-2 dósa dag sko. En þegar þú færð þetta í hlaupi þá bara er gífuleg orka í þessu en það annars sem þú ert að passa þá að þú fær orku, rosal orku og svo eftir bara 15 mínútum þá bara fyrir orkun að dala sko. Já, finnir það alveg. Já, ég fann þetta fyrst þegar ég hljóp og keppti henni 5 esjuferðin. Það var þetta síðasta árið sem þessi keppni var haldin og þá sigraði ég hlaupið á 4:41 minni og þá var hann ansi orkulis eftir 3 ferðir og fekk mér flatt kók bara maður minn hvað orkan og hún bara fór upp á öllu valdi og svo var ég komin hérna svona 3. leið upp esjuna þá náttúrulega byrjaði bara að dala hægt og rólega sko. En þetta getur virkað vel þegar þú ert komin þetta langt inn í keppni og ert orðin þetta orkuleg sko. Já. Er eitthvað svona, nú ertu búin að testa svo margt á sjálfur er eitthvað svona skoðanir sem þú ert búin að breyta á síðustu árum? Eitthvað sem bara þú ert búin að þurfa að hörfa alveg aftur frá eða? Já, klárlega með þetta kaloríur svolítið inn og kaloríur út. Já, varst alveg þar eða? Já, og sérstaklega líka bara, þú veist, ef þú tekur æfingu þá verður það að borða, skilju, þú borðar ekki höfri vöðun, fólk þarf að gera sér grein fyrir því að það tekur svona 2-3 daga að tæma alveg kolvetnatöngin í þér. Já, það tekur svona langa tíma. Já, ef þú fastar, þú veist, það er ekki eins og tölu fasta þegar þú sefur 8 tíma, þetta raunni fasta hefst ekki fyrir eftir 12 tíma án matar og þannig þú ert ekki eins og, þú veist, ég er ekki eins og æfingu á fastandi, ég er alveg með eitthvað á tákni hjá mér og þú veist, ég er með eitthvað á tákni hjá mér þó þetta ekki sólarhringsföstu, ég er enda ekki sólarhringsföstu núna alltaf 1 sinni í viku sem er enda komið ekki inn á þann, finnst það bara svolítið svona enduræsa kerfið sko. Bara 24 tímar á þess að borða? Já, tók mér ekki alls fyrir löngu, tók ég 2 daga fyrst, ég gert það 3 sinnum. Einhvern tíma langar maður að taka viku en það er bara svolítið erfitt að sjálfsögðu þú tekur langa föstur og þá ertu svolítið tíma að byggja upp orkun aftur þannig að þú ert að keppa svona mikið, þá gengur ekki sko. Þannig að þú ert að taka þetta í svona svolítið hvílda tímbilum og það er náttúrulega svo Arnar Pétursson gerir að hann fastar til að kickstarta nýju tímbili sem er mjög sniðugt sko. Það er ótrúlega margt sem gerist í föstunni og það sem gerist í svona löngum föstum þú ert komið þá svona allavega 3-5 daga
að þá fyrir sérst ónæmiskerfi svolítið að endurnýja sig. Það fyrir sérst að henda út þessum gömlu frumum og myndast nýju frumar í staðinn sko. Skallast bara frumu dauði sko. Okay. Þetta gerist ekki fyrir að komin svolítið inn í nokkra daga föstu sko. Þetta gerist ekki á 16-8 eða svoleiði sko. Nei, ok. En þú vilt alveg henda þér í þessa lengri... Já, mér langar líka bara að sjá hvað gerist sko. Hvernig líka minn höndlar sko. Já, einmitt. Og ég meina, en enginn segir mér og fá ekki smá kikk út í að segja að ég borðaði ekki fyrir í síðustu viku. Já, þú veist. Og lengsta fastarunni sem hefur verið svona rekordið, hún var yfir ár. Já, 368 dagar eða eitthvað. Já. Hann reynda tók einhver vítamín og þess aftar vatn og vítamín. Já, hann var undir náttúrulega eftirliti á læknum allan tíman. Já. En það var bara eitthvað svona nauðsynleg vítamín sem hann tók, náttúrulega að þegar þú tekur svona rosa langar föstur þá verður náttúrulega að fá einhver vítamín. Það líka mér náttúrulega gengur að hægt og rólega. En hann bara léttist. Hann var aldrei veikur á þessu rúmári sem hann tók föstuna. Pildi í því líka bara. Við tökum það fram að hann var vel feitur sko, hann mátti missa helling. Já. Og hætti í fösturunni þegar hann var komin í bara kjörþyngd sko. Já, en eitthvað hefur erfitt að byrja að borða maður. Já, þetta pælti því að fara án þess að borða, án þess að tyggja í heilt ár. Það er rosalegt sko. Þú bara kingir engu í ár. Og svo er fólk bara hrætt við 16 tíma skilur. Já, bara að sleppa morgumatnum sko. En það er náttúrulega bara, þú veist, ef líkaminn er vanur einhverju, þá er hann vanur að borða, hann verður að fá sér matskilur og þetta er erfitt að prófa að byrja að fasta. Ég er ekki að segja allir að fasta, en þetta er eitthvað sem að með tímanum, þú veist, ég fastaði í dag sólarhring, ég er ekki eins og svangur þegar ég byrja að borða sko. Nei. Þannig að aðlugun hefur líka með sig gífileg. Alveg saman hvort þú ert að keppa í últrahlaupi, hvort það er matar eða hvað þú ert að gera, líka með getur vanist öllu. Og þess vegna geta, þú veist, þeir sem eru að keppa á Ólympíuleikunum að æfa jafnvel, þú veist, upp í 8 tíma á dag. Það er bara þeir eru vanir, þeir venja líka með þetta, þú verður bara að gangi í gennum þetta, þú verður bara að þola þetta. Þannig að þegar ég er að keppa svona mikið, ég er að æfa svona mikið, þú getur ekki tekið bara Jónit í bæ sem æfi 3 viku og borðið okkur saman. Þegar ef þú æfir svona mikið að lenda í óþjálfun, þá er bara samið þig hérna, þó þú æfir miklu meira og ert miklu vannar, skilur. Algjörlega. Þú veist, ég er bara að kenna líkamanum mínum og það er náttúrulega sem styrktarþjálfun gerir, að hún spila rosalega mikið inn í endurheimtina. Þú veist, eftir krefindi hlaup, þá eru mikið fleiri vöðvar og vöðvar sem eru búin að vera undir álagi og það sem ég getur oft fyrir mjög löng últrahlaup, ég legg áherslu á SIP, þar sem ég er að pumpa mikið í kálfana og þú ert mikið á fótum og tiplandi á tánum í últrahlaupum og það er margir lendi því að fá krampa í kálfana. Ég hef 7-13 aldrei fengið krampa í kálfana og aldrei fengið slæma krampa í hlaupirinn og klárlega tel ég að styrta þannig inn í sko. Já. Þó ég ætla ekki að segja 100% en aldrei hef ég allavega lent í þessu sko. En eins og meðsli, bara eins og ég er með bara ný eymsli í hverri viku, ég er í áskrift á hverju mánudegi, þá er mér illt í mjöðminni eða öklanum eða og eitthvað sem að ég bara, nú er eitthvað alvarlegt komið, ég er að fara fótbrotna, ég er bara alveg við það að fótbrotna, síðan bara eftir 5-6 daga þá bara svona, byrju, hvar var mér aftur illt? Já, það var hérna ristin, ég bara, þetta kemur og fer hjá mér. Sko, ég held að þetta sé alltaf svolítið einstaklingsbundið, hversu slæmt fólk er. En annarkvæmt er ég mjög heppinn, eða þá bara ég er mjög vel þjálfaður og þoli við mjög vel mikið álag, en ég hef ekki lent í neinum slæmum meiðslum bara, síðan ég byrjaði að stunda þessa vitleysu svona, þessi últrahlaup og að einhverju alvöru sko. Það lenti í þessu með bakið á mér, sem að skýða hann að vera 3 árum. En ég tengi það ekki við eitthvað endilega sem að var endilóta hreyfingu. Ég veit ekki hvort það var eitthvað, eitthvað sem að var búið að liggja lengi undir hjá mér og allt í einu skeiða þarna sko. Þannig að svona út af æfingu, þá hef ég ekki meitt minn eitt bara í fleiri ár sko. Nei, og þessi alhliða þjálfun sem þú ert að stunda, hún er örugglega að fyrirbyggja alls konar meðsli. Spila mjög mikið inn í það sko. Bara sem dæmi, ef ég komin 30 km núna, þetta var nokkuð krefjandi braut sem vorum í núna í utanver heimsmeistaramótinu og ég datt 2 svar, alveg datt bara vel sko, bara steinlá sko. Engin djókbraut sem voru að hlaupa. Nei, og þú veist, við vorum að siksaka milli 3 greina og svona og nú fyndi ég var á eftir henni spænskri stelpu þannig og var bara rétt eftir henni og hún hyrði alveg greinlega því ég datt 2 sem niður. Hún leiti ekki svona við sko, henni var slett saman sko. En það er að gaman við stelpuna sko, sérstaklega þessar ákveðinu svo hún var bara ákveðin, hún var bara að hlaupa þetta, hún var ekki að fara, hún var alveg saman gaurin fyrir aftan sko og þess vegna eldi ég hana gegnum all hlaupi sko. Já, það. Af því að þessar reyndu stelpur, þær eru með rosalega strategi, þær hlaupa rosalega jafnt í gegnum hlaup. Þannig að þú ert að fara í Laugaveginn og það er einhver kona hana sem er rosalega blöð og er jafnvel að fara að stefna á bara svipaðan tíma þú kannski eða á einhverju svipaðan tíma þá myndi ég bara jafnvel elda hana sko.
veist, það bara getur allir klíka sko. Já, en það einmitt eins og vorum að ræða þarna með byrjunina sko, það alltaf svo hættulegt að gunna af stað strax eða hérna reyna að ná okkur forskoti þarna út eins og í þessu sem þú ert að taka, þú veist, ok, þú ert komin hérna og fórst hraðast fyrstu 2 kilometrana, þú ert 75 kilometrar eftir sko. Þetta bara, og þess vegna svona að ná að fylgja einhverjum sem að peysa sér rétt, það lítur að auðvelda verkið töluvert. Nákvæmlega, en svona það sem ég vil líka segja með þessu að ég tók hana 2 góða fellur, fann ekki fyrir ég dagst sko. Já, það? Að ég vil spila það mikið inn, ég bara, þú veist, ég með vöfa á mér og ég gatt lent og ég gatt sett hendurna fyrir fram að mig og veist, ég get hoppan í arbi og hoppað upp aftur og lagt að staðskilur. Er það skjóta á hann Þorberg Inga vinnin sem að datt úr hvernig þannig? Nei, það er enda, já, hann lendi í leiðindarvesinni í hlaupinu, að hann sér sett, ég held að ég fær rétt með að hann að taka sett fram úr einstakling á mjög grönnum stíi og fer út fyrir stíin til að taka fram úr honum og rekur sér í grein og þá dundrar hann í stein, sko. Já, og fær eitthvað massívan skurð. Það bara sást bara inn í bein hjá hann, sko. Já, það. Já, sem betur fyrir brotnaði hann ekki, þannig að hann ætti nú að vera nokkuð fljótur að ná sig að þessu, sko. Já, hann er svona okkar besti utanvega. Já, bara okkar langt besti, sko. Já, hann fór Laugaveginn undir 4. Já, það er ekki mannlegt að gera það, sko. Nei, þetta meikar engan sens. Nei, það bara meikar ekkert sens, sko. En já, ég tel að styrstaðalinn hjálpa mér ótrúlega, sérstaklega bara í endurheimt líka eftir hlaupin, sko. Já. Það er bara alveg klart, sko. Að vera bara já, líka náttúrulega, þú veist, ég meina að hlaupa svona langa vegalengdir eins og marathon, þú veist, ef einhver hugsa típiskan marathonlaupara, hvernig hann lítur út, þú veist, það er alls konar vöðvar sem líkaminn er að losa sig við á svona hlaupum, bara til þess að aðlagast svona vegalengdum, þetta er eins og bara hérna, axlir og bak, ég meina, maður verður alltaf, þú veist, þessi stereotýpa er svolítið hókin og hérna bara svolítið visinn, sko. Já, alveg klár, og ég finn það líka þegar ég keppi svona rosalega mikið í sumrin að ég léttist alveg, sko. Já, er það? Já, ég er svona mjög góð keppnisþyngd fyrir mig, er svona kannski 82-1 kíló, eitthvað svo leiðis. Já, það fer svona langt niður. Já. Reyndar, þegar ég sagði að ég var 87 kíló fyrir sumarið, þá hef ég saldan verið það þungur, sko. Já, ok, það er alveg max. Já, þú veist, yfirleitt er ég kring kannski 84-85, fer svo niður í alveg 82-3, svona rétt fyrir sumarið, sko. Þannig ég tek alveg af mér jafnvel 1-2-3 kíló, sko, til að performance öllítið betur. Hvaða bætiefni er það að taka inn? Vítamín eða? Ég tek sérst bætiefni úr Terra Nova línunni sem er svona, það er allt veganvöru sem er þar og ég er svolítið hrifinn að raunni bara þessi vegan, eins og ég segi, það er svolítið hreinlæti stimpil, sko. Ef varan er vegan, þá yfirleitt er það sérst hreinleiki sem er úr að fá þannig, þú ert ekki að fá neitt mjög mikið svona umframefni sem þú þarft ekki. Nei. Ég er að taka járn, ég er að taka magnísíum, kalsíum og það er svona eitt það mikilvægasta sem ég finn að ef ég sleppi því að þá bara, ég sleppi 3 dögum ég er að taka magnísíum, kalsíum og finn ég fyrir því þá bara er endurheimtin ekki svo saman, sko. Sagt, hversu vel þú þolir erfiða æfingu eða hvernig þið líður eftir? Já, ég reynir bara hvernig ég jafna mig og hvernig ég get haldið þessu stöðu og miklu álagi, sko. Þú finnur bara mun? Já. Ég er blindur á þetta, sko. Ég bara... Ég fann það ekki, ég fyrir bara að hugsa bara, vá, hvað er allt í einu svona skrítin, ég er bara að gera alltaf sama, svo bara sá ég pillubóksinu, það vantaði bara hérna og vantaði nokkra dag. Þannig að ég tengdi allavega við það, sko, svo kannski er þetta eitthvað allt annað, sko. Nei, mitt. Svo tek ég sérst járn líka. Það er mikilvægt fyrir hlauparana. Já, D-vitamin, það er náttúrulega eitthvað sem allir Íslendingar ættu að taka. Já, mikilvægt fyrir Íslendingarna. C-vitamin og svo tek ég hérna, það heitir henni Terra Nova Life Drink, sem er henni, já, ég ætla ekki að skafa því, það er bara svo þurrka gras. Það er sérst fullt af meltingarenzýmum, það eru þurrku fjallaglös, það eru þurrku hérna ber, þörungar, það er ótrúlega mikið í því, svona afirunni þessari ofurfæði, sko. Þannig ég er mjög hrifinn af því og hef tekið það núna alveg í, já, 2-3 ár, sko. Já, ok. Þannig ég er allavega, og ég er með að segja, ég verið með kuna sem ég hef sagt að prófa, bara þegar ég var að finna fyrir orkuleysi og það lagaðist actually mjög mikið líðan hérna, sko. Orkan var talsveit betri, sko. Þannig ég er allavega mjög hrifinn af því en það allavega virkar fyrir mig, ég ætla ekki að segja það virkir fyrir alla aðra, sko. Þetta til ég spila líka mikið inn í hvað ég get performance, sko. Þú veist, að huga þessum vítamínum og bætefnum, sko. Af hverju magnísíum, kalsíum, af hverju er það svona mikilvægt? Veistu hvað vísindunum baka það? Það er náttúrulega bara eitthvað sem þú hreinsar svolítið út í náttúrulega átökunum, sko. Já. Þannig að þú ert svolítið að fylla inn á bara og það er náttúrulega líka í, þú veist, oft í einhverjum gelum og svoleiðis, þú veist, sódíum og fleira, sko. Einmitt. Þú veist, þá ertu bara að fylla á byrjunarleið og ertu að tæma út úr þeim, sko. Já, nákvæmlega, maður er að skóla alls konar drasli út. Já. Og líka einmitt þegar maður síðan er alltaf að sækjast í meira og meira vatn að hætreita sig, þá er maður bara aftur að skóla meira og meira steinefnum úr. Ég kannski segja ekki þess að taka skóla all út, að náttúrulega þú ert búin að byggja eitthvað upp, að þá ertu ekki að fara að skóla þig út nema þú
rauninni, þú veist, farir í tíma í vinnu og brennir sér orku, þá skólar þér út. En þú farið ekki vasklas og heyrðu þannig að rennur C-vitamin tafla, skilur. Einmitt. En þú veist, þannig að þú byggir upp líkamann og þú vilt alltaf halda líkamann. Þess vegna segir, skilur, að þú veist, ef þú tekur 3 daga föstu fyrir marathon, það er náttúrulega bara heimskulegast sem ég getur gert, skilur. Þá hefur enga orku, þá ertu búin að skóla út svolítið mikið efnum, sko. Einmitt. Þannig alltaf að hafa þetta, það sem ég huga svo rosalega vel að fyrir svona stóra keppnir að hafa þetta balans í líkamannum 100%. Þannig. Þú vilt taka vítaminin, þú vilt borða á réttum tímum, þú vilt borða mikið, jafnvel aðeins meira til að byggja aðeins upp tankinn hjá þér og þá, ef það klikkar ekki, þá er ég góður. Þú farið í blóðpröfu, eða ekki? Jú, já, það er stutt síðan ég fór í það. Og náttúrulega sem grænmetisæta ætti maður að huga mikið að B6 og B12 sem ég tek líka í vítaminformi. Og eina sem kom út úr blóðpröfunni, það kom allt mjög jákvætt nema ég var óvinjus hár í B6 og B12. Það er mjög gaman, sko. Já, fyrir þá sem að benda alltaf á þetta í tengslu við svona jurtafæði og þess aftur. Og það er svona, einmitt, eins og ég segi, þeir sem vilja prófa sig í grænmetisfæðinu eða jurtafæðinu, að þeir verða að vera svolítið meðvitaðir þetta, sko. Að borða rétt og einmitt huga líka vítamínum. Ef þú hefur enga hugmynd mataræði, og veist ekki hvað það var prótein, kolvetni, fitu og ert ekki að taka henni vítamín, þá getur bara lendið því að ég er bara upp á sjúkrahúsi, sko. Þannig fyrir þá sem eru að núti og hafa enga þekkingu á mataræði og hreyfingu, hvað viltu skilja fólk eftir með svona grundvallar reglur og punktar sem það þarf að fylgja? Að læra inn á mataræði. Það er númer 1, 2 og 3. Ef þú ferð út í búð og þú tekur matvöru og þú getur ekki sagt, ok, þetta er kolvetnigjafi, þetta er próteingjafi. Ef þú veist ekkert hvað er í matvörunni, þá þarftu bara að kynna það mataræði. Mataræði 101 ætti náttúrulega bara að vera kennt frá fyrsta bekk í grunnskóla og það fárur þetta sem ég gert. Ég meina, þú veist, við erum að læra þýsku í staðinn fyrir að læra mataræði. Þú veist, þetta meikar ekkert sens, sko. Ja, þú veist hvert þið er að fara, sko. Já, 100%. Og þýskan var fyrir barðinu, sko. Já. Ég fór ekki að kunna inn á mataræði fyrir en ég fór að grúska svolítið í þessu sjálfur, sko. Prófa mig áfram. Ok, þetta virkar svona á mig. Og það er mitt líka, prófaði hérna, ég prófaði ótrúlega margt skrítið í mataræði. Síðasta sem ég prófaði sem bara kom mjög vel út, þegar ég fekk mér hálft orkugel út í hreint skyr, bara til að prófa að sjá hvernig bara það væri, það kom bara mjög vel út, skilur. Ég er alltaf að prófa alls konar dót, skilur. Ef þú prófar ekki, þá veistu það ekki. Þannig ef einhver segir eitthvað, heyrðu, þetta virkir svona, jú, ég er búin að prófa hérna 5 sinnum, skilur. Ég er búin að fasta í 6 ára, ég veit alveg hvernig fasta það getur ekki sagt að þetta gerir, þú verður aumingi, er ég aumingi það? Missi vöða þannig bara veist það, svört og hvítur, sko. Ég er mikið meira, ég það að vera að vísa í einhverja rannsókn, þessi rannsókn segir þetta og það kemur önnur rannsókn á morgun, hún segir 2 öfugt til þessa rannsókn, sko. Þannig að ef þú ert búin að prófa þetta, þá veistu þetta bara, sko. Já, og það er líka bara komið allt of mikið af fróðleik nákvæmlega þessi efni og það allir vilja stela athyglinniðinu og reyna að fá þau til þess að trúa sér í þessu. Og ef þið langar að finna eitthvað gegn föstu, þá finnur það. Ef þið langar að finna eitthvað með föstu, þá finnur það. En þú verður svolítið að finna þig á sjálfur. Já, það er bara svolítið, sko. Þess vegna ég fann þetta virka fyrir mig og allt sem virka fyrir mig því að bara rúlla ég mig áfram. Gekja. Og næstu áskoranir þær verða eins og talaður Evrópumeistaramótið í Spartan og Frakklands áskoranir þarna. Já, það helmingi, hún er 25 km og svo er helmingi lengri keppni í Frakklandi, Morsín, sem er 50 km. Ertu síðan maður í að henda þér í bara Reykjavíkurmarathonið? Það er náttúrulega langt þar á milli og þá er ég lengum mér jafna mig, sko. Já, ég lessa. Þú ert ekkert of brendur og Reykjavíkurmarathonu eftir síðasta ári? Ég er búin að fara í það 5 sinnum, held ég að fara rétt með. Já, ok. Nei, 4 sinnum. Ég er bara að tala brautarsvikin sem á þessu staði. Nei, ég hef hlaupið það 2 ár eftir ég lendi því, sko. Hlaupið? Reykjavíkurmarathonið 2 sinnum eftir ég lendi á þessu veggirraunni, sko. Já, nei, ég er að tala þegar brautin var á stutt. Varstu ekki að keppa? Jú, já, ég er að tala það, jú. Nei, veistu, þau ringdu mér í mig spes til að segja mig frá því, sko. Já, þú varst náttúrulega palli. Já, ég var í öðru sæti, en þar sem ég var ekki að slá neitt Íslandsmet og þetta var ekki minn besti tími og þetta hafi verið minn næst besti tími, þá var ég ekki að grenja það, sko. Nei. Ekki mikið. Þetta er, þú veist, það er svona 2 hlutir sem ég hefði viljað hafa á hreinu þegar maður er að hlaupa svona marathon, það er tíminn og vegalengdin, sko. Já, það er alveg rétt, en þó að ég hef hlaupið þar svo lengra marathon, að þú veist, ég fór alveg nokkra metra lengra marathonvegalengdin, en það var samt ekki nógu mikill buffer til að dekka það, sko. Nei, úrið þitt sýndi og hafði farið lengra marathon. Já, og í rauninni held ég, sko, þú veist, þó ég þarf ekki alveg að fara með það, og held ég að hálfmarathoni hafi verið, þú veist, ekki verið gilt, en ég held í rauninni að marathoni hafi ég bara sloppið, sko. Já, ok. En bara því að þetta var náttúrulega sama braut og þá hefði aldrei gengið, sko. Já, út af einhverjum reglum og já. Við dveljum ekki lengi við þetta, Nei,
ég voðalega og það er kannski líka mikilvægt að koma inn á ég með rosalega gott svona jafnægi og læt ekki margt fyrir tögunar. Nei, þú berð það alveg með þér. Já, þú veist, ef þú ert þar þá ert ekki að fara náland sko. Nei. Það er bara, þú veist ég get rúlað mér rosalega mörgu sko. Já, og kannski aðeins of miklu ef út í það Já, jafnvel, ef út í það farið sko. Það er svona, og þess vegna bara, þú veist þess vegna hugsa ég alltaf svolítið fram í tíman og það er líka mjög mikilvægt, þú veist ef þú ert að fara í mjög bara erfiðan dag, það er mikið að gera hér þá þarftu bara að vera með nesti með þér þú veist, ef þú vilt hafa mataræði tipp-topp og ert ekki að komast í holla mat, þá þarftu bara að græja daginn fyrir þig og ert að vita, ég get bara þetta og þú veist, ef þú kemst í góðan mat sem er þannig, ok, þú getur alltaf stokkið í það þú veist, ef þú hugsar ekkert fram í tíman og skipuleggur ekki neitt, að þá nærða aldrei langt sko. Já, fettar þetta bara sjálfsig. Já, það er bara svolítið svoleiðis. Og það er líka bara að þú lendir í þú ert í últrahlaupi, ég hef verið að hlaupa og svo verið búin að búast í drykkjastöð og svo bara var ekki drykkjastöð, þannig að ég hlaupa 7 km viðbót í drykkjastöð og var, þú veist, nánast tómar að vökva sko. Þannig að þú veist, en ég var ekkert að mikla það fyrir mér, eflaust hefur margir bara nei djöfull og ég hef einhverju hætt sko. Það er bara komin áskorun, þú ert að tekla þessu áskorun sko. Eina sem ég lendi sem fríkamút er þegar ég er að hlaupa í svona utanvegarhlaupi og er ekki viss hvort ég sé að hlaupa á brautinni eða ekki, hefur lendið í? Já. Það er agalegt sko, maður er eitthvað svona pick up pace-ið en ég er ekki alveg viss hvort ég sé að hlaupa í rétt átt. Þess vegna er svo rosalega gott og eiginlega skildubúnað fyrir þessi sem eru mikið í últrahlaupum að hafa gott úr. Já, þú lætur úrið brautina inn í úrið áður. Já, ég hef með sérst Garmin úr sem að ég get séð bæði sérst alveg brautina og ef ég fer bara 3 metra út á brautina þá pípur úr aðeim og sem ég svo villu svo leið sko. Klikkað sko. Og það er náttúrulega bara algjör snill sko. Ég lendi því mér sem bara í Transvulcania að ég sérst fóð bara beint áfram og það virtist þessu stígur að varða þangað svo bara pípti úrið og ég leið tilbaka hlauparnir voru ekki að segja mér að fara villu sko. Þeir eru náttúrulega bara að keppa sko. Og þá bara snýr ég við og fór svo rétt að reið sko. Já, okay. Og annað mjög gott í svona úri er eins og þannig að var ég með 4400 metra hækkun að ég get séð nákvæmlega hvað ég er búin með og hvað ég eftir. Já. Og það er mjög gott ef þú ert að spá í til dæmis orkuintöku og svo leiðis, ok, ég er búið með 3000 metra, ég á 1000 metra eftir og þá stilli ég orkuna svolítið í takt við það líka sko. Þannig þetta getur verið mjög gott verkfæri í svona áskorunum sko. Þetta er líka góður æfingafélagi sko. Það er gaman að fylgjast með úrinu sínu á æfingu. Á fyrst byrja maður að nördast í einhverju peysi og cadence. Svo eru margir samt sem eiga til að gleyma sér í sko. Já. En svo gott dæmi það núna þessi í heimsmeistaramótinu að þá byrjaði hlaupið frekar hratt og ég byrjaði strax á að fara bara upp í hátt í 170 púls sem er svolítið hátt og þegar þú komið svona hátt og hleypur svona í 57 km í svona háum púls það er rosalega erfitt að ná henni niður ég tala ekki með úr að fara beint í brekkur þessu vikjanu sko. Þannig að meðalpúlsinu á mér í hlaupinu var 169. Já, ok. En það bara, þú veist, og það er náttúrulega líka eitthvað sem líka mig gerir að hann bara lærir að vinna ok, þú ert í þessum aðstæðum þú veist að bufferin verður alltaf meiri þú veist, hefði ég gert þetta fyrir 5 ári hefði mitt fyrsta hlaup þá hefði ég bara grandast til 20 km í dag þá bara náði líka mann að vinna með þessu og skilaði mig samt alla leið en þetta er ég líka orðið meðvitaðri ég var aðeins að lækka peysi sko. Er ekki líka smá svona einhver herri púls í byrjun bara út af stressi og bara svona peppi og getur það sjálfsögðu spilað mikið bara svona 3-2-1 og menn er svolítið tens en svona svo þumalbötaregla að því lengra sem hlaupið er því hægar ferð út það er svolítið svolítið, eða svona fyrir partin á hlaupinu það er kannski ekki fyrir úr tálnaðir sem þú getur farið að leifa þér að rúla almennilega sko. Og svo er líka miklu skemmtilega að taka fram úr fólki eða að alla taka fram úr þér í hlaupi sko. Já, það er einmitt agalegt sko. Það er örgulega versta tilfinningin að finna þegar maður byrjar að finna maður segja hæ á sér og síðan horfa á alla hlaupa fram úr sér Já, eins og bara í heimsmeistaramótinu í fyrra, þá held ég að við tekið fram úr 70 manns á leiðinni við byrjuðum rosalega hægt sko svo bara leiði mig vel og bara dætt í góðan gýr og bara þú veist að taka fram úr allt hlaupið, þetta gefur rosalega mikið sko. Já, einmitt það er miklu betri strategi Herðu, Sigurður Ernir, takk hérlega fyrir að koma og segja mér allt um þessa æfingafilosófíu sem þú ert búin að búa til hvar getur fólk fylgst með þér? Þú ert duglegur að sýna frá því sem þú ert að gera Já, það er náttúrulega snappið, ég er ansi virkur þar það er Sigurjón 1352 Hvaðan kemur 1352? Það er endurinn og símanúmerinn hjá mér Það er ekki flóknir það sko Ég var að hugsa bara hvort þetta var eitthvað er þetta heimsmetið í 10 kilometrum eða hvað er Nei, ég bjóð þetta bara til einhvern tímann bara þú veist, endur fyrir lögu sko mjög langt síðan, þannig að það bara ég man þetta alltaf sko og það er svona eina mínu göllum, ég var mjög erfitt með að muna nöfn og símanúmer og kennitölur og fleira sko en þú veist, það bara ger ég eitthvað svona sem að virka fyrir mig ef ég get tengt við það, þá man ég það sko og svo er það bara Sigurjón Ernir á Instagram
Sigurjón Ernir og svo fjárþjálfun Sigurjóns Ernir á Facebook ef að fólk vill eitthvað spyrja mig þar sko. Já, og það þú sína svolítið frá æfingum og síðan á Facebook þá ertu að Já, ég er duglegur að skrifa pistla mataræði og eftir hlaup og svona, mér finnst það einmitt geggja, ég var til dæmis að leita mér að einhverjum fróðleik Laugaveginn daginn og fann þá pistil eftir þig og hlaup.is held ég. Já. Eða hvað sem hann byrtist upprunalega. Ég skrifa eiginlega alltaf hlaupasögur inn á mitt bara eigin Facebook. Já, og síðan fer það einhvert lengra. Já, og það náttúrulega, mitt Facebook opið þannig að það getur rauninni allir kíkt á það sko. Einmitt, það var geggjað að sjá svona bara reynslusögur úr ef mann langar síðan sjálfum að fara að gera eitthvað svona. Það er bara frábært að ég bara notað eitthvað að því sko. Já, nákvæmlega, maður geta það heldur betur. Herru, Sigurjón, takk hérlega fyrir að koma og bara gangið vel í því sem þú ert að fara að henda þér út í á næstunni. Takk hérlega fyrir það og bara takk fyrir að fá mig og sömuleiðis.